heyrður í mér. Þegar við byrjum útsendingu þá segir hann að segja hvað framhendur í. Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur í beina útsendingu frá Íslandsmóti Símans í netskák. Ég heiti Björn Ívar Karlsson og með mér í kvöld, eins og svo oft áður, Ingvar Þór Jónasson. Já. Ingvar, 2 spennandi einvígi á dagskránni hjá okkur í kvöld. Já, framöndan 2 einvígi í 16 manna úrslitum á Íslandsmótinu í netskák. Og fyrst fáum við hérna einvígi hjá Guðmundi Kjartansinni stórmeistara. Hann mætir hérna Símoni Þórarsinni sem vann sig inn í 16 manna úrslit með góðum árangri á undanmótinu. Einmitt. Og já, flesti myndir nú kannski veðja á Guðmund og hérna. Já, hann er stórmeistari. Hann er stórmeistari. Já. En Símon sprækur í hraðskákinni, sérstaklega. Mjög skeinuhættur og hérna. Já, bregðóttur og alveg þokkalega vel að sér í byrjunum öðru, þannig að Einmitt. ég held að hann geti alveg stríkt henni í kvöld. Akkurat. Seinna einvígi kvöldsins, þá fáum við, já, skemmtilegu dráttur í 16 manna úrslitinu þar. Já, ég er mjög spenntur fyrir þessi einvígi. Það er Heimir Freyr Heimisson, Breiðabliksmaður, gegn Alexander Dómatsúk Jónasinni sem er í Tafélag Reykjavíkur. Einmitt. Og þetta eru svona 2 af okkar ungu og efnilegu mönnum sem eru að hérna, banka dyrnar í atvinnumönnskunni, má segja, bara alþjóðlegu meistarar. Já, annar Hilmir sem sagt er í landsliðinu, teldi núna Ólympíumótinu í Budapest sem að lauk á dögunum og Alexander Dómatsúk er já, alveg alvarlega banka dyrnar. Ég myndi segja að hann hafi líklega verið bara næsti maður inn ef forföll hefði orðið og þeir teldi núna daginn og gera jafntefli þar sem að já, Hilmir á með unni tafl og var ekki sáttur, þannig að spurning hvort með náttúrulega kom ykkur hendur fram. Það var kappskák, við erum með hraðskák í kvöld. Hverju breytir þetta fyrir þá 2? Almennt séð er Alexander Dómatsúk já, svona, hefur ekki verið mikið fyrir hraðskák, svona persónulega, en er ekkert slakur í henni. En menn er að meta Hilmi sem svona aðeins líklegri, til dæmis á lengjunni. Hann er aðeins stigaherri hérna á fíti hraðskákstögum og á netinu eða hvað? Já, þeir eru að svipaður á netinu. Já, að svipaður. Kannski förum í þá eftir þegar þeir eru einvígi. Við byrjum á einvígi Guðmundar og Símons. Sko, Guðmundur töluvert stigaherri í kappskákstögum. Það munar ekkert svo miklu af þeim í hraðskákstögum. Guðmundur það bil 100 stigum herri. Ef við veltum aðeins fyrir okkur, sko, hvernig heldur að þeir muni leggja þetta einvígi upp? Guðmundur og Símon. Ég held að Guðmundur breytir nú ekkert miklu, reynir bara að tefla örutt og hérna teljið sér vinna bara með því að halda skákunum svona nokkuð tæknilegum og vinna kannski endatöflunum. En ég held að Símon reynir svolítið að halda skákunum gangandi og reynir kannski aðeins að svona hræri í þessu ef við förum með tímarhag. Já, það geti hent á honum einhver barátta. Já, á til dæmis að hitta upp hérna áðan með svokallum bullet-skákum, svona hröðum skákum. Já. Gera þessi kláran. Nú við bíðum spenntir eftir að keppendur hefi leik. Eru þeir byrjaðir kannski? Nei, eða hvað? Þeir eru ekki byrjaðir. Þeir eru ekki byrjaðir, nei. Sko, Símon, hann vinnur þessa undankeppni, stóð sér frábærlega þar, slóð þar mörgum sterkum skákmönnum við. Hann var að tefla á Íslandsmóti skákfélag helgina, stóð sér frábærlega þar. Hann er með vindinn í bakið, myndi ég segja. Já, þú kannski þekki það, varst ekki að tefla í sömu sveit og hann? Jó, ég satt við hliðina á honum, alveg ótrúlega úrræðagóður og hérna, mikill baráttujaxl. Og hérna, ég er svolítið spenntur fyrir því að sjá, sko, hvernig það muni spreyta sig gegn Guðmundi. Ég hef trú á að hann verði erfiður fyrir Guðmund. Ég held að Guðmundi þurfa virkilega að hafa fyrir því það. Já, þú heldur að geta jafnvel koma ávart og hérna, náðu svona álveru uppsett svo slettum aðeins. Mögulega, sko. Akkurat. Nú við bíðum menn spenntir eftir að fá upp fyrstu skák stórmeistarans Guðmundar Kjartanssonar og fítimeistarans Símons Þórðarssonar. Guðmundur vissulega töluvert reyndari skákmaður, atvinnmaður í greininni, 36 ára gamall Guðmundur og 2586 skákstig á netinu. Símon Þórðarsson 25 ára gamall. Þeir eru komin á stað. Já. Og já, eitthvað smá tæknilegir örðuleikar en Símon er með hvítt hérna í fyrstu skákinni. Og þeir hafa telt hérna. Ef að fara kannski örlítið tilbaka og sjá byrjunum á þessu. Það er síkilega vörnin
með biskup B5 hjá Símon, tekur hann á C6, Áhugavert. lítið tvípeð, fyrir minna hrætti við sögu, bara svona aðeins að sjá hvernig þetta fór. Og brýst hérna fram á miðborðinu og tablið svolítið opnast hérna og já, það er jafnt á liði. Þetta er kannski að fara svolítið í þann farveginn sem Guðmundur vill. Þetta er svona, við komin í endatabl, róleg staða. En ég held að Símon standi nú síst lakar hérna. Nú erum komnir í rauntíma eftir A4 frá okkur sér 6. Fyrir þá sem er heima sitja og ekki kannski fylgjast reglulega með skáksörunni, þá er ég nokkuð vissum að Guðmundur myndi helst vilja byrja allar skákirnar án drottninga á borðinu. Hann er mikið fyrir tæknilega stöður og nýtur sín vel í endatöflum. Er ekki ótt að segja það? Það er sannlega ótt að segja það. Og hérna er búin að skipta upp á fleiri mönnum. Já. Rittarinn 4. Þetta er nokkuð veginn jafnvægi, myndi við. Já, nú ágætlega á stöðuna hjá honum hérna. Já, Símon er kannski að fara með rittarinn á C4-ritin. Einmitt. Búkurinn fyrir A1. Ætlar hann að nýta þessu peði? Jú, er það ekki. Reyna að búa til einhver veikleika hérna. Þessu peðin á C5 mögulega. Já, ætli það ekki. Nýta hér og hér. Já. Rókur finnur 2. Rókur finnur 2. Guðmundur gæli við að leika B5, kannski. Tíminn er nokkuð, já. Þeir eru að tefla svolítið hratt, finnst mér. Já, ætli, við rættum það nú hérna okkar á milli áðan að Guðmundur þyrfti kannski að hafa gætur á tímanum að því að Símon nýtur sín vel í baráttunni í tímarhækinu. Já. Það virðist alltaf að gera það. Þannig að sjáum við keppmendur gríðarlega einbeittir báðir 2. Já, að Guðmundur þurfa að halda góðu tempói í þessu. Já. Svo að missi ekki Símon í einhvern tímarhæksbarning, sko. Símon býður kaup hérna með rittari finnur 3. Spurning hvort að Guðmundur vilja fara í kaupið núna, ég er ekkert alveg þessu það. Samanskapið á einhver sérstakar reit fyrir rittaran. Ég held að ef hann tekur núna eftir þá þetta sé þetta nú nokkuð jafnteflisvægt. Guðmundur hristir hausinn. Já, hann vildi ekki taka. Já. En meina jafntefli, hann byrjaði með svörtu, það er ekkert að þeim úrslitum. Ekkert að því, nei. Komum sér að stað. Já, ekki mikið að vera í stöðunni eins og 2-falt hróksaðantabl og jafnt á peðum. En ég held að, ef við lýsum aðeins skákstíl Guðmundar fyrir þá sem að ekki gera sér grein fyrir því, Guðmundur lifir og hrærist í tæknilegum endatöflum. Algjörlega. Þannig kemur A5 hjá Símoni og hrókurinn fer undir, já. Já, er þetta peð ekki að verða eitthvað veikt? Það verður svolítið veikt núna til B5. Já. Bara Símon aðeins og fljóttar á sér hana, eða hvað? Já, ég get ekki séð hann sé að halda þessu, Nú hóttar hann að drepa með A-hróknum. Svolítið hrættur með sér að tapa þessu peði hérna, hann dreipur með þessum hrókn næst. Já. Og þá er Guðmundur komið með tæknilegt endatap, peði yfir. Ok, C4 til þess að halda einhverju peðum, en ef hann dreipur núna þá er hrættur að peð hvíts á drottningavagnum verði svolítið sundurleit. Já, ef hann tekur núna annarkvort á A6 eða B5 þá endar hann með tvípeðabiljunni, þessi peð verða mjög veik. Já, ég hrættur það. Og falla strax. En ég hugsa að það taki nú ekki hérna á B5 núna. Það kemur mér óvart. Og ef að Guðmundur vinnur peð núna og skiptist upp á öllum peðunum á drottningavagnum þá fáum við hennan peðamassa Guðmundar á Kóngsvagnum, 4 peð. Gæti verið nokkuð vænlegt. Og sjáum að þetta peði veikt hérna á B3-reitnum. ætla kannski að sækja svolítið að þessu hérna. Guðmundur dilla sér þarna. Já, hvað ætla hann að hlusta á? Hrókur B2, það er ekki svolítið passið, þetta er ekki frá C2. Nei, þá tapar hann báðum peðan. Ég held að hún finnst bara svona gaman að tefla hróksendantöfla. Hróks endatefla, svona mix. Ég hugsa það. Ok, Símon kemur kóngir hann til að verja peðin, þá var hann búin að losa hrókin. En hrókurinn hefur nú ekkert svona
Já, hann er ekkert sérstætt að gera. Það er ekkert að fá mótspilum en að Rók, hann kemst ekki til. Já. Það er allt valda hérna. Já, einmitt. Og það kannski Guðmundur kemur líklega inn núna. Minnir okkur á eina af þumalfættareglunum í hróksanartöflum að það getur verið í lagi að vera peð undir ef þú ert með virkan hrók, en Já. ég held að við getum alveg sagt að Símon er bæði peð undir og með passívan hrók núna. Sjáum hvað Guðmundur býrst til mikið rými hérna með peðunum. Já, en er ekki bara Guðmundur að fara að íta G-peðinu? Jú, og GP er að koma núna jafnvel strax. allar leiðin er á G3 og svo herja á G2-peð. Já, hann bindur hann hennan svolítið niður með því að setja á þetta peð, þannig að erfitt fyrir Símon að virkja hrókin. Já, ég er hrættur að þetta sé tapað. Þetta verðist vera tæknilega töpu staða hjá Símon, ég sé ekki betur. Hrókur finnur 2. Til dæmis G3 núna og svo hrókur F1 og hrókur F2. Já. Já, þetta er allt svona þetta leika fyrir Guðmundur. Já. Fylgir hérna þínu ráðum. Jafnvel, já, hrókur F2 og svo kemur svarti kóngurinn inn á D4. Já. Og við sjáum að Guðmundur er ennþá með rúmlega mínútu á klukkunni. Og hann er orðinn rauður, Símon. Ég held að þessi skák hafi telst nákvæmlega eins og Guðmundur óskaði sér. F3 núna, gegnumbrot og GP rennur upp. Hann gefst líklega upp núna. Já, mér syns það. 1-0 fyrir Guðmund. Og hann, já. Við erum sáttuð þetta. Þetta var erfið skák framan af hjá Guðmundi, myndi ég segja. Já. Nú höfum við hérna Símon með svart. Sjáum þetta svona frá hans sjónarhorni. Og það er ensku leikur sem skiptir yfir í Kongs indverska vörn. Já, hvítur nær sér í svolítið rými með peðunum í þessari byrjun og svart reynir svona að sækja þeim síðan meir og er búin að gera það núna með því að leika E5 reynir svona að ná sér í sitt rými. Það er biskup 1-3, já. Hvítum stóti bóða að loka miðborðinu með að leika D5 en þetta er í opnu. Það er ekki D5. Spurning hvort að Símon drepi jafnvel á D4. Biskupinn á 5. Og biskupinn hörfur allar leiðin á Ceres 1, já. Já. Nú gætu einhverju velt fyrir sér hvað er þessi riddari að gera á G4 en hann bakkar nú stundum á H6 ef hann þarf. Stundum hérna, já. Nú komið F5. Já, sjáum þetta núna frá sjónarhorni hvíts, Guðmundur með hvítt. En er ekki H3 riddarinn lítur að bakka. Hvert fer hann? F6 eða H6? Sjáum Guðmundur gríðarlega einbettur. Já, hvert fer riddarinn? Getur fara H6, getur fara F6. Fyrir F6. Og Guðmundur akkur að taka hann á F5 og svartu fær núna svolítið svona aðeins veik peð hérna á E5 og F5. Já. Ef hvítin er að ráðast að þeim, það getur svona verið erfitt að halda valdinu. Við erum sem reyndar alltaf aðeins og er. Okkur 1-1, já. Spurning hvort að Símon hafi drottningunni sína á C7, kannski á hvað hann nýti peðan á E4. Þá hljótu við að fá riddarinn á D4 og þá kannski riddari E5. Já, þetta valda peði hérna. Gerir það núna með biskupnum. Er þetta ekki bara þokkari staða hjá Símoni? Það held ég. Símon með aðeins betur tíma. Drottning D2, já. Já, mér sýnist tíminn hjá keppendum vera öfur. Tíminn hjá
Já, Undir Símoni er í rauninni verið tími já, Guðmundar. akkurat. Við lögum þetta á eftir, Mhm. við veitum að í þessari skák. En staðan er rétt, það er 1-0 fyrir Guðmund sem stýrir hérna hvítumennunum og er með betri tíma. Já. Virkar nokkuð traust á Guðmund þó að Símon sé kannski nokkuð sáttu útkomin á byrjuninni. Já. Riddari F til D7 og hrókur Já, ég voru að hugsa allar að setja riddaran á C5 og kannski reyna að hoppa inn á D3 með Já. annar riddaran. Þegar þú segir það virkar sniðugt. Þetta er nú kannski eitthvað sem að Guðmundur ætti ekki að leyfa. Það er alls konar taktík í spilinu Já. sem að Hann afræður að taka hérna á E5. En Svartur er yfirleitt sáttur með það að vera með óreittan svartlitabiskup í þessu stöðum er mitt. og sjáum hérna mjög sterkar skálinu sem Svartur getur mögulega notfært sér og mögulega eitthvað taktísk færi síðan meira á þessari skálinu líka. Nú bara spurning sko, Mér líst aðeins betur á Svartu stöðuna eins og er. já, algjörlega sammála því. Svartur á ýmislegt úr að velja. Getur jafnvel fært kóngin eitt reyti hliðar og nýtt sér G-línuna. Hent tróknum hérna á Gunnar 8 Já, og þá komum pressa hér, svo getur hann ítt þessu F-peði og menninni vinna vel saman í sólunni. einmitt. Og við sjáum það að þó að Símon sé ekki búinn að klára sína liðskipan á drottningvagnum, hann er til dæmis með hrókin og biskupin ennþá uppásveitunum, þá tekur samt biskupin svona þátt í sókninni að mörgu leyti eftir að nýta þessu F-peði. Já. En vissulega geta hann komið þessum biskup. Guðmundur sækir í að einfalda, spurning hvort hann leikir núna á drottning D6 til hann að skipta upp á drottningum. Já, ég myndi halda það. En ég held hins vegar að Símon muni hafna þeim kaupum. Það er enda sko, segjum drottning D6, drepið, hrókudreipur, ef að kóngurinn kemur á F7 valda biskupin og svo biskup E5, heldur ekki Svartur svona góðu stjórn á þessu? Svona mjög góð stjórn á reitunum á D-línunni. Já. Þannig að hann hvítur ekkert að komast inn. Drottning G5, ok. Nú held ég að leikurinn þinn komið sterkur inn, kongur H8, hann kemur fyrst með hrókin í spili sem er búinn að lúra þarna á uppáhaldsreiknum. Biskup H5, þessi hrókur verður líklega Alltaf þurfi ekki að fara tilbaka. Já. Líkast á C8. Og kannski óþarfi á Símon að gefa honum tækifæri á rekanandi burtu en samt kannski hvítur kemst ekkert mikið áleiðis. Já, en eins og segir, kongur H8, hrókur G8 Já, mann finnst þessi kallar á mann. Sé að koma. Er F4 leikur á hvítum, er það svolítið mikið veiking. Það leikur þetta reyna 2. Nú vil ég segja kongur H8, það hlýtur ára leikurinn. Já, sko, Kannski er það smeykur þetta F4 eða hvað? skilur eftir peð á B2 og er þá, já, einmitt að hugsa vantarlega leikar rittar F4 og grafa undan Svartu stöðunni þannig. Ég hugsa að ég myndi leika hérna hrókur C7 bara. Valda nokkra reyti og fá reytina fyrir biskupin að hörfa á. Svona góður prófílaxis hjá þér. Já. Þannig að hrókur C7 og svara þá rittar F4 með að hörfa með biskupin og halda þá valdi og öllu. Já. Og eiga þá kongur H8 planiðinni, einmitt. Þennan. Já, ég heldur hljóttum að geta verið sammála um að leikur finnur 4 með 20 sekúndur á klukkunni. Okay. Eftir rittar C3 núna, eru peðin ekki svolítið veik eða hvað? Það leikur rittar D4 og peðin eru veik. Spurning hvort að Símon hafi mögulega aðeins mist ráðin þarna og er með aðeins verið tíma. En nú förum við að detti í svona smá klukkupartning. Já. Það leikur E3 og nú má komið þetta bara F4 og næla sér í eina pöttu. Það held ég. Í kölluðu stundum. Og aftur að lenda þá í hróksendatabli peðið undir. Já, ég sýnst það. Hrókur bara F4 og já, eða svona bara. Já. Fáum aftur tvöfald hróksendatabl. Reyndar kannski F3, já. peðastaða Guðmundar ekki eins góð núna eins og áðan. Já, með frábæra peðastaða áðan. En vissulega betra hvít. Það þarf að vinna með þetta E-peð. Hann er með frípeð á E-línunni. Þetta tekið smá tíma að vinna á þessari stöðu. Já. Mér sýnist í myndinni að Símon sé ekki alveg sáttur við framgang mála þarna. En þetta eru stöðunar sem að Símon hefði vel að þurft að forðast og Við erum að hægir hvað
Já, getur bara H5 þá ætlar hann að leika hrókur H7 en þá kemur hrókur D8 skák þannig að kannski eitthvað misir þessi örlítið þarna. Já, mér syns það. Nú Guðmundur tveimpeðum yfir. Hann reynir að ná mótspili. Já. Ég held að dugi ekki til. Sjáum að Guðmundur sniður. Bitu, hvað er að gerast núna? Já, hann sleppur á G3. Já, ok, hann fara alltaf peðið tilbaka núna. En það skák á D7 í framhaldinu. Já. Ok, þá fara hann ekki peðið. Hann fær ekki peðið. Sýnist Guðmundur vera að Já, nú er hann að B7. Nú byrjar hann að fá sér í gogginn. Kemur kóngurinn. Hrókur E2. Já. Ætlar hann fer inn með kónginn en næra því. Þetta bara svo reynir hann að komast inn. Já, ég held að sé minna peðinu. Já, hann er að ná peð nummer 2 og Kóngur C5. ágætis þumuputturregla eða þú ert með 2 svona samstæð frípeð þá að renna þau bara upp. Símon var ekki að sáttar hana. Nei, það var ekki. En ég sá nú ekki að hann geti gert neitt. Nei, ekki úr því sem komið var. Möguleikarnir voru klálega í miðtaflinu með drottningarinn á borðinu. Og þetta er... Já, ég held að það var röng ákvörðun þegar hann leika F4 og leyfði drottningarkaupin. Já, þetta er handavinna fyrir Guðmund. Jafnvel haft venlegt tafl. Já, 2-0 fyrir Guðmund Kjartansson. Og þeir fara þá beint í þriðju skákina. Já, við fáum þessa og svo fjórðu skákina og svo er pása eftir fjórðu skákina. Já. Og hér erum við komin með katalónska byrjun, eða Katalan, gríðarlega vinsælt byrjunaratriði þessi missirinn og hvítur gefur hérna peð sem að hann hefur nú kannski ekki miklar ágjör af, fær sterkt miðborð í staðinn og góða liðskipan. Svona, klukkurnar eru... Nei, það er ekki réttir eitthvað núna. Það er sama áðan. Já, hvítur drap hérna á F6 og gefur þá biskupaparið en vandamál svart oft í þessum stöðum er biskupinn á C8 sem situr svolítið eftir heima þarna og þarf þá kannski að fara á A6 jafnvel. En nú setur hann á 2 peð hérna. Við getum ekki valdaði bæði. Hann ákveður að valda þetta B7 peð. Já, gefur C4 peð. Reyndar onni hérna D4 og það getur verið varasamt að taka það. En hvítur bara valdar það einfallega, hrókur D1. Og ætla þá að taka C4 næst. Já. Ef hann er að taka þetta svona þá... Já, nú er klukkan komin lag hjá okkur. Guðmundur með hvítt. Símon með svart. Guðmundur er með svart. Já, Guðmundur með svart, já. Þannig að klukkunar er ennþá öfar hjá okkur. Rittari D7 hjá svartum og hvítur hörvar á F3. Það er ágætt stuðmælpötaregla í stöðum þar sem að... Já, ég ætla að segja ágætt stuðmælpötaregla í stöðum þar sem að annar aðilinn hefur þrengra tafla. Það er hagstætt fyrir hann að létta á stöðunni. Herru, þarna kemur þetta? Já, nú erum við með þetta stöðuna frá sjónarhóli Símons og klukkurnar eru réttar. Símon með örlítið betri tíma og aðeins rýmri stöðu. Nei, ég hef ekki haft það svona. Það er rétt svona, tíminn. Þetta er fínt svona? Já. Ok, drottning B3 hjá hvítum. Er ekki Símon bara með fína stöðu? Það myndi ég halda. Mætti kannski segja einhver að þetta sé svona í dýnamísku jafnvægi. Já, maður segja það. Já. Það var eitthvað letið. Þú hefur telt þessa byrjun oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.
Hvað geti plan Hvíts verið svona í þessari stöðu? Já, hann svolítið að reyna að halda bara svona sterkum miðborði, hann mátt spila þarna á E4 D4 og ég held að hann svona, blandi því kannski að setja smá pressa á Siljununa og reyna að vera tilbúin ef þarf að svara C5 með kannski að leika D5 og fá frípeð. Þessi var nú ekki að leiki eða hvað, býtum við? Nei. Var það ég? Þetta var þú. Já, þannig að ef að Hvítur ætlar eitthvað að snerta við þessum peðum á miðborðinu þá... Veitu hvað gerist þarna? Nei, hann leikur þessu. Ha? Hann leikur þetta á D5. Veitu... Ha? Nú er eitthvað undarlegt gerst. Það er eitthvað móslipp. Veitu, hann leikur riddari D5? Já. Þetta var dreipið með peði og svo bara C5. Ha? Mist hann af C5? Nú er hann bara... Hann er bara heilum mann undir. Já, eitt peð upp í. Já, ég var að viðkynna kæra áhorfendur, ég skil ekki alveg hvað gerist þarna. Símon virðist að leikja á þessu manni. Eitthvað svona skákblindar sem við, Já. Áttum okkur ekki alveg á hverja mista af. Hérna held ég að mig bara drepa á E3 og hörfa sem að hrókin á E7 og... Já, ég bara skil og þá er hann hreinum mann yfir, fær peðið. Já. Símon er ekki sáttur. Nei, hann andvar bara þarna. Hann vil bara hafa leikið, eins og segir, hálfgert máslipp. Já, eins og við kölluðum það. Já. Þegar maður missa hérna mennina, annað er alltaf setið á. Já. Það getur nú bara gefið þessa. Já, það er ekki eftir mikla slægast hér fyrir Hvítan. Heldur þá áfram að berjast, sem ekkert að því. En já, Símon stefnir í að vera núna 3-0 undir. Mér finnst það nú svona óþarra með við gangmála í flesta skákunum. Ég mitt á með ágætu stöðu í skákunum 2 en fattaðist flugið. Já, nú hóta Guðmundur bara fína stöðu í fyrst-skákinu líka. Hrókur Eid bara skiptir upp, einfalt. Já. Þetta er bara tæknileg úrvinnsla fyrir reyndan manni eins og Guðmundur Kjartansson. Já. Það er enginn hægt á neinu upp í borði, þannig að leikar hann ekki bara Hrókur Eid 2 og fer að blokka hans í peðin hjá Símoni. Já, hann getur gert það ef hann... Ég held að hann getur alltaf valda þetta BS-speð ef það kemur til dæmis Hrókur D8 sem er grunnur að komi. Já. Já, hann gefst bara upp. Já. 3-0. 3-0 Wow. Og nú er eiginlega gríðarlega mikilvægt fyrir Símon að ná að vinna inn að skák fyrir hliðið. Já, ég held að. Annars er það bara í vondum málum. Virkilega vont að lenda svona undir. Og við sjáum að staðan er 3-0 þó að sé ekki uppfært á skjánum hjá okkur. Það er 2-0 ennþá á skjánum en Guðmundur 3-0 yfir. Já. Ég tefla hérna Theoríu aftur í Katalan. Og Guðmundur virðist, sáttu við að ná drókningunum á borðunum. Ég fylgdist einmitt með Símon í tefla, einmitt akkurat þetta afbrigði bara fyrr í dag, kappskák. Já, hvernig fór svo skák? Hann vann það skák. Vann með svartu? Já, en þar voru reyndar drottningarnar inn á borðinu. Já. Og ýmsar taktiska flækjur og ég held að Guðmundur sé nokkuð sáttu við að halda þessu svona... Vantanlega... Þetta er bara með peðið eitthvað og laga peðastöðuna, já. Já. Er þetta ekki draumur sérhvers manns í Katalan? Að hafa hennan biskup fastan á C8 og... Jú, svartur er í smá vandræðum út af þessu biskup hérna, erfitt að finna gott hlutverk fyrir hann. Og Hvítur getur verið snöggur að búa til aðskonar pressu á drottningavæng. Já. Setja hrókarna á þessar línur hérna, B og C. Ef Símon tekur núna C5 þá verður þessi biskup alltaf sterkur, hann kemst inn á E5 reiddinn og svo D6. Hann er strax komin í smá klípu hérna, finnst mér. Leika sem F5 leik til að tryggja hérna riddara, en náttúrulega vikti sér svolítið leiðinni. Vikti mjög E5 reiddinn riddaran geti. Gæti til dæmis eins og Böðstak upp á, farið hérna á D3 og reynda að herja þennan ridd. Já. En ákveður að taka á D5, já. Athyglisvert. Já. Það sé ekki ennþá að hugsa það að sem þetta hafi verið endilega rétt hjá honum. Nei. Ég held að svartur staðan hans aðeins batnaði þetta. Sko, riddari F4 núna. Þá getur hann bara leikið biskup C4 eða hvað?
og valda þetta bara. Peðið og biskupin stendur ágætlega á C4. Einmitt. Það sem að Svartur hefur náttúrulega í þessari stöðu er biskupaparið og jafnvel þó hann tapi einu peði þá samt sem aður heldur hann hörku spili með biskupapariðan á borðinu. Ég segja að, já, biskupin hafi náð að redda sér hann úr smá klemmu. Já. Og nú spilur hvort hann geti búið til ykkur færi. Það er 3-0 í þessu einvígi. Fáum við skákinn aftur upp. Já, og það er eins og við höfum talað í þessum einvígjum okkar gríðarlega mikilvægt fyrir menn að lenda ekki svona á afturfótunum strax í byrjun, sko. Við höfum bara séð. Já, þeir voru lagað fyrir okkur hérna. Já. Nöfnin. Allt á réttu stað núna. Og klukkuna réttar. Sýnist við vera með Símon með svart, 1.50, 2 mínútur. Biskup A3, já, hann vill fara í kaupin. Já, fá kannski enn eitt tvöfald rósendatöflið. Vitið, það er búið rósendatöflið í skákunum. Já. En það er náttúrulega það sem að Guðmundur vill, að hafa þetta svona tæknilegt. Já. Já, ég ætla að segja mikilvægt fyrir menn að lenda ekki svona á afturfótunum eins og Símon er lentur í núna, sko, 3-0 undir og þá geta menn bara, þú veist, Guðmundur getur farið að stýra ferðinni bara og tefla traust og örugt og hvert jafntefli hjálpar honum að komast yfir 5 vinninga. Þannig að Símon verður að fara að ná einhverjum sigurum. Það verður erfitt að vinna þessa skák í hróksendtabli með jafnt á peðum. Já, ég hrættur það. Og líklegast er hvítur með sénsana eða einhverju sénsar. Peðin hjá svörtum eru öllu veikari. Til dæmis þessi hérna. Og eins þetta peð hérna á A7 ef hvítur kemst inn með hrókana. Símon fer að stað, hann að B4. Já. Það er þetta aldrei aðteglust núna að ef hvítur leikur hrók A-B3 þá geta hann kannski farið með A5 og A5. Hér að þá kannski fellur hrókur C4 og hrókur A1 hefur kannski komið og hann er tapað peðinu á A6. Nú er hann aðeins passífur, spurning hvort að það er endur á D5, já. Já, hrókur C4 þá getur komið bara E3. Þannig að leika hvar hrókur A6. Nei, hrókur C6 fyrir ekki. C6, já. Og Svartur er tilbúin að missa þessi 2 peð fyrir þetta. Þá fara hann 2 samstað frípeð. Þetta sé nú kannski ekkit. Jú, þau fara nú nokkuð glatt á stað. Hrókurinn hérna á A6 myndi þá bara fara niður A-línun og A-peði kemur áfram. Einmitt. Þannig að Guðmundur vill ekki gefa þetta A-peð hérna, heldur í það og kemur með kónginn. Mikilvægt að virkja kónginn í endatöflum. Já, heldur betur. Símon leikur sama leikinn. Ætla vantilega með kónginn upp á E6 til þess að valda peðin sín. Já. Það er lært á sitt svona fyrir stýttarkomna að nota kónginn í hérna endatöflunum af því að með færri mennin á borðinu þá er minni hætt á að kóngurinn lendi í einhverjum árásum með máti, þannig að kóngurinn tekur virkari þátt í endatöflunum meðan kannski leitar skjóls í miðtöflu og byrjun. Og Guðmundur fer í þetta, hann tekur þessi peð, er orðin peði yfir en Símon kom með þessi 2 samstæði. Já, og C5, nú ætlar hann vantarlega að leika bara við hrókur A2 eða A1, A2 er eðlilegri, hefur auga með þessu peðu pinna. Var þetta skynsalegt hjá Guðmundi að gefa honum færi á því að íta A-peðan á stað? Ekki viss, ég held ekki. Ég held að A5 sé að koma, ef hann er A5 A4 þá er þetta orðið ansi skeinuhægt peð og mér finnst Svarti kóngurinn vel í stakk búinn til að glíma við þetta D-peð hérna, hann er ansi nálægt því. Hrókur C4 góðleikur, þá kemur hann veg fyrir að við náum að íta hérna A4 þar sem að þá fellur þetta B-peð. Væntanlega ætlar Símon þá núna að koma með kónginn, spurning hvort hann eigi að valda 7. reiturinn að fyrst, eitthvað svoleiðis. Já, en plan hvíts lítur þá að vera að koma með kónginn yfir á miðborðið og íta E og F-peðunum. Já, kannski er að fara hann að hóta bara að leika E4 F5 núna. Byrju leika kónginn G8. Óla þessum það skrítilegur. Já, var þetta svona trikk hjá honum, hann fær eitthvað peð þarna. Já, ok. Hvítur er komin að stað með peðinn.
og það Símon sem hefur töluvert verið tíma núna. Guðmundur hefur verið skynsamur í tímanótkun. Það sem af Já, kom mér hans óvart að mér finnst þegar ég tefli hann svona vennilega hraðskáka, hann sé oft svona óskynsamur með tíman, en ég hefur ekki verið að skipta hér, allavega hinga til. Hlýtur að hafa lagt upp með að passa upp á klukkuna. Nú allt í einu eru hvítu peðin orðin mun hættulegri. Já. Hann að koma hérna með og D-peðu upp borðið og allt í einu eru hvíti kóngurinn líka. Mögulega eitthvað aðstóða. Kóngur H7, hvíti kóngurinn í einhverju mátnæti? Nei, ég sé það ekki. Nei, Guðmundur bara að taka þetta. Já, þetta bara komið. En Hrókudripur, hann reynir að íta peðunum, en já, sýnist að vera mát Hrókur á 7. og mát. Já, 4-0. 4-0, já, Símon ekki að ná sér á strik. Já, og við tökum stutt hlé núna, kæru áhorfendur, og fáum örstutt skilaboð, en kom aftur eftir skamma stund með skák nr. 5. Ekki fara langt og sjáumst það eftir. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta ferð þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skóra! Stórkostleikur hjá íslenska liðinu. Ísinn er brotinn.
Komið sælir aftur, áhorfendur góðir. Við erum í beinni útsendingu frá Íslandsmótinu í netskák, Íslandsmeistaramót Símans í netskák og já, við hafa hafið leikina í 5. skákinni. Já, það eru Guðmundur Kjartansson og Símon Þórðarsson sem eigast hér við og staðan 4-0. Guðmundur Kjartansson yfir. Já, bara skákin upp, hún er hafin. Hún er hafin, já. Símon er með hvítt. Nú, Símon verið frekar ófarsæll það sem af er í þessu einvígi. Einhvern veginn ekki alveg... Ekki ná sér alveg á strik og svona mist svona góð augnablik til að, já, að svona gera hans betur. Hann er búin að vera inn í þessu skákum flestum. Já, nú held ég að Símon þurfa að fara í það plan að halda mönnum inn á borðinu og hrista þessu upp í þessu. Já, hann leikur hann G4, svolítið aggressíft byrjun að gera sem hann velja núna með því að setja hrókinn undir peðið og íta því. Ég sá hann með tableta í æfingaskák á hann áður en við hófum útsendinguna. Já, hann hitaði upp með þessu með góða morgri. Það var svona aðeins veikari andstæðingur, Guðmundur er að verjast aðeins betur heldur en andstæðingur Símons áðan. Já. Og sóknin virkar nú ekkert sérstaklega hættuleg eins og er. Nei, en plan hvít í þessu eins og segir að íta peðunum á kóngsvögnum, hápeði gæti fyllt á eftir. Já. Ef að svarti gerir ekkert, þá fer þetta peð alla leið upp. Já, alla leið hingað. Já, en þarf Guðmundur að gera eitthvað róttækt við þessu eða hvað? Nú hugsa Guðmundur. Ég held ekki. Nei, hann er ekki mát. Hann er ekki mát, jafnvel. Ég hann alltaf tekur svo smá tíma núna. Já. 4-0 yfir. Fyrsta skákin sem við sjáum svona smá tímafórskot. Já, Guðmundur er komin undir 2 mínútur. Já. Já, ég held að vera mjög sterkt fyrir Símon eða næði að pressa hans á Guðmund hérna og einu möguleikinn hans í þessu er að koma sér fljótt inn í einvíð aftur. Fengur smá pásu til þess að hlaða batterinn og spurning hvort að Símon komi inn í einvíð aftur með eitthvað annað plan. En þetta hefur verið, Guðmundur hefur náð að stýra þessum skákum yfir í tæknilega þáttinn, það sem hann nýtir sín vel. Algjörlega, betur nú við. B5, hvað er þetta? Þú voru menn svona fartir aðeins að þenja sig. B5, já, áttam á í skilnuleik ekki alveg fullkomlega. Símon heldur áfram með sitt plan. Peður á leiðinni að vera H6. Sjá, hann hefur bara kóngin hérna í skjóla miðborðinu eins og er. Já, þetta er aðtilsvært. Gallið með það er að þá kannski kemur hann þessum hrók hérna síður í spilið. Það kannski verður hann á einhverju tímapunkti að langkróka. Já. En þetta er nú einmitt það sem að Símon vill alveg örugglega einhverja kapphlaupsstöðu þar sem að Guðmundur þarf að reikna svolítið. Já. Virðist verið ná því H5. Guðmundur dilla sér, hvað heldur að Guðmundur sé að hlusta á í heyrnartólunum sínum? Þetta er svona róleg svona melódía. Já. Engin texti. Einmitt. Líklega svona lækja niður. Já. Svona rólegt. Einmitt. En Símon, nú er hann sko rúmlega 10 árum yngri en Guðmundur, heldur hann sé að hlusta á eitthvað? Ég held að sé aðeins meira svona rock og stuð hjá Símoni. Já. Gruna það. F6 leikur hann. Já, með dætti hjá myndir kannski leika F5. Já. Ég held að við þurfum ekki að hafa ágjur fyrst ef að hvítu drepur núna F6, drottnir bara F6. En bara H6 núna og reyna að hrista upp í þessu aðeins. Þá ætla ég að leika G6 og reyna bara að loka allu. Og loka þá G-línunni, einmitt. Rétt. Akkurat. Og sama ef að hvítu leikur núna G6 þá leikur svartur H6 og loka búðinni. Loka búðinni, hrókurinn komast ekki í gegn. Einmitt. Þannig að ef að Símon gerir ekkert á róttækt núna er Guðmundur að fara að leika þá E5 og taka við miðborðið með þeim hætti. Það er alveg möguleiki. Ef að, já,
Guðmundin er svolítið að loka þarna saman núna hóttar hann D4 jafnvel, vinna mann en að vera að kaup, já, Guðmundi tekst alltaf að ná drókningunum af. Já, draumur Guðmundar. D-turbu C4 núna er hóttunni. Má ég taka þetta peð á B5 núna? Já, ég hef nú haldið að það væri svona Já. Leiðin til lífsins fyrir hvítan í þessu. Hugnast það ekki eins og er. Riddari G5, já. Er eitthvað að því að eitónum bara að leika H6 eða kannski H3 og F4? Já, einmitt. En svartu færð allavega tíma. Guðmundur komin í 30 sekundur. Ok. Erum við loksins að sjá leiðina til ljósins hjá Símoni að pressa hans að Guðmundi í tímarækinu en að vera að kaupa á C4 og D4. Nú þarf Símon að halda tempóinu. Virkja hróku B. Já. Leika C6. Leika nokkuð snöggum leikjum og fá Guðmund undir 20 sekundar. Já. Já, biskup G4 já, ætla að fara að stinga upp á þeim leik aðeins að kýtla þessi peð, en þetta er nú auðvalda svo sem. Já, er það ekki. Guðmundur heldur áfram að dilla sér. Já, kannski aðeins meira stuði hann undir heldur en ég held hjá honum í tónlistinni. Gæti verið, já. F4. Ídrar hann tilbaka. Hvert fyrir hann? H3 og F3. Má líklega ekki að fara F3 þá er það drepið og E5 eða hvað, nei, þá getur hann skakað á D5. Það er líklegast best að halda þessu peðið þarna. En nú getur hvíti hrókurinn farið að nýta sér B-línuna. Er Símon aðeins að ná núna í ykkur færi? Já, er það ekki? Var ekki... Hittar er B6-línur á lokabúðinni. Tekst það svona að mestu. Biskup E2 kannski bara. Eða hvað, nei. Það er aðeins að passít. Nú getur E5 farið að vera hótun. Já, við sjáum þá að Eva Svartuleikur já, ég ætlaði að segja Eva Svartuleikur E5 og mætti hvítur ekki drepa með biskupinn ávaldaðan á F3. Þeir eru báðir orðnir svona rauðmertur á tímanum og Símon er að missa tímafórskoti núna svolítið, hann er í smá klemmu, tekur á E5 er ekki að finna neina sérstakar leið til að valda Guðmundur vandræðum og það verður að valda þetta peð hann á E3 núna með hróknum hróku G3 vandalega að halda bara áfram, já. Já, mér syns Guðmundur hafa góða stjórn á þessu. Spurning. Verður að treysta held ég á tíma núna, hann Símon. Já. Verður að halda góðan tíma og setja press á Guðmund. Já, nú svona... D3, já, það er kannski að fara inn á G6 eða hvað, já. Smá svona... Nú fáum við... Sprikl, hrókur F3, allar reyna að komast inn á hann. Og með hrókinu F7. Hvert fyrir hvíti kongurinn? Það má ekki vera að... Já. Fyrir F4, já. Ok. Þarna fellur 1 peð. A2, en... Símon alveg inn í þessu ennþá. Já. B7, hrókur F5. Hrókur F7 er hóttun, ekki lengur. Hrókur fyrir. Hrókur F6. Hefði geta fengið betri reytana. Býtum við, voru þetta mistekja Guðmundi? Býtum við. Getur fyrir á D2 með hrókinu valdað. Já. En... Nægi það, við fáum nú að peða á G7 en það er hún í E3 á móti, kannski E4 og dreipur E3 og... Það átt að leika E4 held ég og hérna Veitu, hann er mát? Er hann bara mát? Hann er mát á E4? Já, hann var að leika E4 til að halda hróknum úti og Símon en einu sinni, já Æjæjæj Var Símon að koma kannski aðeins og brettur inn í þetta einvíi eftir góðan árangur helgina? Geti verið sko. Nú erum við með sjöttu skák þeirra félaga, staðan er 5-0 og Guðmundur Svonum nægir jafntefli. Já. Og við fáum enska leikinn með E3 og hugmynd hvíts í þessum stöðum er að hafa þá geritarann á E2 og hann nægir jafntefli eins og við segir og tefli þá væntanlega bara traust eins og hann hefur nú svo sem gert. Já, og nú sjáum við þetta frá... Já, við skulum svissa henni yfir og... Já. Símon leik hérna snemma Hannes 5
ætlar að íta þessu peði á fyrir að sjá að Símon, hann ekki ánægður með sjálfan sig núna. Hann ósáttur með úrslitin í síðustu skák. Það að gera fyrir hann að reyna að núllstilla sig núna og berjast í síðasti séns, koma sér inn í þetta, hann verður að vinna þessa skák. Já. Guðmundur með hvítt en tíminn aftur öfur hjá okkur. En tíminn svo mjög svipaður eins og Já, Danny 5 og lokar taflinu. Já, ég held að Gumma líði alveg ágætlega þessari stöðu. Það með biskupaparið. Já, ég myndi halda það. Ég ætlaði að segja, hann ekki E4 og stoppar F5. Þetta E2, valdar F4 reitin. F5 peða framar á svona, það breykið eins og hvað mynd oft. Mikið skákslettur, svo að segja. Já. Eins og menn þekkja. E3 ágætis svona profilaxis hjá Guðmundi. Svona. Nú erum við konum með réttan tíma. Já, spurningin núna, hvað getur Svartur gert til þess að skapa sér eitthvað spil áður en að Guðmundur tekur yfir einfallega allt rýmið. Og plan Hvíts lítur að vera að hafa drottninguna á D2 og hróka stutt og fara að íta B-peðinu sína stað, B4, C5, eitthvað slikt. Virka mjög þægilega að Hvítan. Já, erfitt verið Svartan að blokkara það og það líka erfitt að finna eitthvað mótspila á kóngsagnum vegna þess að F4-reiturinn vel valdaður, sérstaklega að drottningin bætist í hópinn á D2. Já. Nú voru Símon að leika, hann komin mínútu undir á klukkunni. Já. Þetta einvið að fara eiginlega alveg í vaskinn. Hróku B8. Kannski að leitast eftir því að leika... Það er að leika B5 eða hvað? B5, nei, núna kemur bara B4 og... B4 og C5? Svara B5 með C5. Sko, það vantar eitthvað malt í svörtu stöðuna. Já. Verður hann ekki að reyna eitthvað, drottning F6 þetta F4, en Hvítur leika bara D2. Já, ég rættur það, sko. Ég sé ekki alveg hvað Svartur á að fá spil, sko. Því ef hann opnar talbið á drottningavanga, Hvítur er eiginlega betur settið þarna. Hann ákveður að forna peði, en Hvítur dreipur þetta bara með biskup. Og það þarf töluver að hernu til, held ég hérna, til að ná einhverju úr þessar skák. Nú ekki alveg hverju Guðmundur að hugsa, ég held að sýnist þetta að vera nokkuð straightforward, kannski kemur drottning F6 en mér sýnist að við völdum þetta allt svona frekar auðvitað. Jafnvel bara biskup D2 eftir drottning F6. Já, hróka svo bara stutt og allt undir kontról hjá Hvítum. Já, ég held að biskup það veit ég að drottning C er líka fylleikur. Nú myndi ég leika rittari E5, nú leikar hrókur E8 segja. Já, en nú er þetta orðið annars erfitt. Biskup G5 til dæmis leikur núna bara ná þetta H4-peð. Það rétt hjá þér. Hann verðist falla algjörlega óbætt. Já, það var komin 2 peð með þér. Guðmundur missir ekki af því. Og því miður fyrir Símon þá er mótspilið eiginlega hvergi sjáanlegt. Nei, Hvítur með biskupaparið og að vera 2 peð með yfir. Já, þessi biskup hann fer svo bara til dæmis á G3 og svo getur að fara fyrir íta þessu peðum. Einmitt. Já, við verðumst að sjá hérna öruggan sigur hjá stórmeistaranum. Fyrsta hérna svona hreinsunin í þessum einvíum hjá okkur. Símon bara engan veginn að ná sér að strik. Hann getur miklu betur, við vitum það og hann veit það sjálfur og þess vegna er það svekkjandi að hérna hann lendi þessu og eiginlega á stóra sviðinu. Já, einmitt. Því að Símon hafði vakið mikla athygli í undankeppninni. Eins og nefndum að hann slóð þar við mörgum sterkum andstæðingum. Og betur. Virðist einfaldlega bara slegin út af laginu hérna af traustri tapmennsku
Guðmundar. Nú hóta hvítur að leika biskup Einar 3 og svarta drottningin fellur. Og það er ekki velt að finna leik. C5, örugglega eini leikurinn. Já. Símon 10 sekundur eftir. Þarf kraftaverk til þess að bjarga þessar stöðu. Ég er ekki að sjá það. Þú ert ekki að skynja kraftaverkið. Úff, nú kom hann peðin maður. Þetta er... Já. Þetta er erfitt við að eiga fyrir svartan. E5. Og núna ef hann drepur allt, má ekki einu svona drepa allt drottninga, valda peðið. Já. E6 virðist virka. Eða bara undirbúa hvíti þarf ekki einu svona taka nýtt. Hvíti þarf ekki einu svona gera neitt, sko. Nei. Bara leika örgum leikjum og alveg tíma fór skot líka. Einmitt. Já, þetta er ekki gott tilfinning að sitja í svona stöðu. Nei. Sérstaklega þú þarft að vinna. Einmitt. Kongur H2 til dæmis, eða ekki neðar endur Róni núna á F5. Dróningi F3 hlýtur að vera leikur. Halda peðið frá hlið. Úff, þetta er erfitt að... Hann finnur bara eitthvað leið til að skapa vandræði hérna. Já, nú er kongur H2 eins og það er mjög óþægilegur. Já. Og peðir á leiðin áfram á E6 með tíð og tíma. Já, og eins og er að hafa dróningin hérna í skotlínunni, við vítum peðinu. Já, þetta er alveg sakalegt. Þannig að maður segja þetta sé fótboltaleikur, það er 6-0 og við býðum bara eftir lokaflutinu. Já. Það er engin möguleikur hérna fyrir Símon því miður. Úff. Guðmundur fórnar hérna, Jóhann Hjartarson sagði aldrei að fórna með unnið en þessi fórn er nú nokkuð. Já. Nokkuð einföld, biskupin er að koma hérna á F5 og það er engin vörn við því. Og Símon gefst upp. Já. Þannig að við, erum konum með úrslit svona. 6-0. Öllu, já. Já, maður er bara orðlaus. Ég er eiginlega, ég tek undir það, ég átti ekki vona þessu. Nei, einmitt. Hérna í kvöld. Við vissum það að Guðmundur var klálega líklegri aðilinn í þessu einvíi en að þetta yrði svona stórt, kemur okkur óvart, við verðum að segja það. Já, þetta svona byrjaði, það er eins og hann svolítið mist þráðin í byrjun þegar hann í 3 skákum sem að voru alveg sénstur að báða bóa og með fína stöður, hann einhvern veginn mist alltaf af sénsunum að halda dampi og svona þú fer að gera ein mistök, þá kom önnur mistök og menn kannski missa svolítið svona trúna og sjálfströstið og þá getur verið fljótt að fara í skrúna eins og gerist til það. Misti frumkvæðið yfir í tæknilega þáttina þar sem að Guðmundur var í S-inu sínu. Já. Einmitt. En við erum að vonast til þess að fá sigurvegarann í þessu einvíi í stutt spjall og við ætlum að fá örstutt skilaboð áður en að við fáum Guðmund Kjartansson til okkar.
Sælur aftur, kæra áhorfendur. Við erum komið með Guðmund Kjartansson sigurvegara í þessu einvígi til okkar. Guðmundur, til hamingju með þessi góðu úrslit. Takk fyrir. Þetta virkaði mjög örugt hjá þér, 6-0 sigur. Við áttum von á því að Símon myndi stríða þér aðeins meira heldur en raun gerðist. Ég veit ekki hvort úrslitin séu alltaf alveg 100% lýsandi fyrir alltaf einvígið. Alltaf getur allt gerst í svona hraðskákum og þannig að ég ætla alltaf að byrja þetta á krafti þannig að því að ég veit bara að Símon það hættulega skákmaður að ef staðan væri í kringum 3-3 til dæmis þá getur það farið hvernig sem Við tölum það við Yngvar meðan einvíginu stóð að þú nýtur þín vel í tæknilega þætti skákarinnar og þú virtist geta stýrt fyrstu skákunum yfir í endatöfl þar sem að þú gast látið ljós þitt skína, verður þetta að segja það? Já, ætli það ekki. Ég held að það er alltaf svona smá sviðskrekkur í kannski fyrstu skákinni. Þannig að menn eru svona aðeins að finna sig. Þannig að maður bara svona hendir út einhverjum leikjum og áttar sig ekki almennilega sjálfur á hvað maður er að tefla eða hvað er byrjun eða. Nei, einmitt. Og þannig að ég var svona hræddur að ég var að lenda í einhverjum vandræðum í fyrstu skákinni en síðan þegar við fengum endatöflu upp þá svona vissi ég að ég var á mínum heimavelli. Já, einmitt. Akkurat. Þú ert komin í 8 manna úrslit og verður gaman að sjá hvernig þér vegnar áfram í þessu móti. Segðu mér aðeins, þú hefur telt áður í Íslandsmótinu í netskák. Hvernig hefur þér farnast yfirleitt í svona netskák-keppnum? Bara man það ekki. Nei, ekki með einhverja nákvæmlega tölfræði en ég held mér að reyndar gengi ágætlega í netskákinni. Kannski jafnvel betur heldur en eins og sem hraðskákmótinu í borðinu. Og ég hafi eiginlega meira gaman af þeim. Eða svona þau alltaf hafa sinn sjarma. Þannig að ég held að mér að bara gengi ágætlega. Einmitt. Það verður spennandi að fylgjast með Guðmundi Kjartansinni áfram í þessu móti. Við þökkum honum kærlega fyrir komuna og kæra áhorfendur, við fáum einvígi Alexander Domalchuk og Hilmis Freys Heimissonar eftir nokkrar mínútur, þannig að ekki fara langt. Sjáumst það eftir. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur og Fantísi Fantísi Fredriksdóttir að skora! Stórkostleg! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn! Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Við erum ekki í fókus. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að ferða í hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi
hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostleiksson hjá íslenska liðinu. Ísinn er brotinn. Sælur aftur, kæru áhorfendur, við erum að vera klár í seinna einvígi kvöldsins. Það er einvígi alþjóðlegu meistarana Hilmis Freys Heimissonar og Alexander Dómaldsjúk Jónassonar. Ingvar, áður en að við förum í einvígið, við vorum að tala um þetta eru tveir ungir og sprækir strákar. Já. Frekar áþekkir að getu, er það ekki? Nokkurn veginn. Jú, ég myndi segja það. Já. Þeir eru mjög svipaðar á alþjóðlegum skákstigum og ekki langt á milli þeirra í hraðskákstigum og nettstigum. Mjög spennandi einvígi sem við getum verið að fá að sjá hér. Þeir mættust í kappskák helgina, þessi félagar. Já, gott ef hún var ekki bara á fimmtudaginn. Já. Í fyrstu umferð í úrvalsdeild og þar hafði Hilmir Gjutumennina. Þeir skildu jafnir en Hilmir var með mjög vænlegt tap, líklega unnið og var ekki sáttur við niðurstöðuna. Heldur hann sé hefndarhug? Ég mig gruna það. Já. Og þeir hafa nálega mæst undanfarið. Já. Jafnvel að mótum erlendis. Ég þykist vita það að þessi tveir ágætu menn eru æfingafélagar. Já, þekkja hvern annan vel. Já. Þekkja byrjarinn hjá hver öðrum náttúrulega. Einmitt. Þannig að það setur svona, gerir þetta alltaf erfiðara þegar andstæðingurinn veit hvað þú veist. Einmitt. Þannig að þeir gætu hugsanlega verið búin að undirbúa eitthvað óvænt. Já, það kemur ekki óvart. Það kemur einhverju svona hliðarvariantar eins og kvöldu það. Já. Stíll þeirra tveggja, er einhver munur á skákstílum? Já, er það ekki. Þeir eru svolítið ólíkir. Hilmir er svona mjög dýnamiskur, tekur áhættur. Einmitt. Getur unnið mjög sterkar skákmenn út af því. Já. Og kannski þá tapað móti veikari, meðan ég myndi segja að Dómaldsjúk sé meira svona stabill, svona stöðulegur skákmaður sem er að vinna kannski svona, já, með svona þéttari skákstíl. Er það ekki svona ágætis? Mjög góð lýsing. Já. Einmitt. Við bíðum spenntir eftir að Hilmir Freyr og Alexander hefji leik. Þeir eru klárir í slaginn, skils mér. Já.
og eins og þú sagðir, þeir mættust helgina Alexander Tepplund merkjum Tafélags Reykjavíkur og Hilmi Freyr Breiðabliksmaður. Já. Og eru báðir eins og vorum að tala að svona bankadyrnar á atvinnumannaferlinum. Þeir eru komin á stað. Þeir eru klárir í slaginn, syns mér. Og ég fæ ekki betur séð en að Alexander Domatjúk hafi hvítumennina. Hann er hann að hægri hönd á skjánum í Nike-bólnum. Hilmir með derhúna. Já. Og við erum nú verið með eitthvað... Hann er með eitthvað hrest. Eitthvað tekno hann held. Já, hann er með eitthvað hrest í gangi. Já, svakalega hrest. Já. Það er athyglisvert þessi derhúa sem að Hilmir er með. Ef við byrjum aðeins á henni. Isle of Man. Isle of Man. Já. Þar hafa nú farið fram sterk skákmót undanfarin ár. Og þú, með betra minni ég, tók að þátt í skákmóti á eiginu mun, Isle of Man. Mér minnir að þeir hafi farið þarna einhver hópur af Íslendingum að tefla. Já. Ég man eftir því, en ég man ekki hverju fóru. Nei. Hilmir hlýtur að hann á sig þess að derhúu þar. Hilmir Freyr, mikill derhúumaður og teflir yfirleitt ekki án derhúu. Það er svona ákveðið trademark. Já. Já, hann. Og svona... finnst betra að ná fókus svona að loka eins á Já. Já, bara svona að sjá fólki í kringu sig betta sér að skákinni. Já, þrengja sjónsviðið. Já. Já. En við fengum hann upp einhvers konar hliðarafbrigði í enskum leik, ekkert ósvipað og Símon var að tefla á þann. Já. Hvítur skilur peðið eftir á D2, hefur drottningun á C2 og... Hvítur hefur möguleikan að annarkvort tefla með traust, solid og róka bara kongsmegin, kannski fyrir það peðið ekkert á D4. Nokkuð hefðbundin svona drottningapeðsbyrjun. Og hins vegar að fara svona meira ævintýri með róka G4 eins og Símon gerði. En hérna nær hann leikritra B5 og náði í biskupin á D6, næri biskup á parið. Spurning hvort að svartur hafa haft tíma til að koma við fyrir það með A6 og þá hefði hann verið með svona kollu uppstillingu með svörtu sem getur alveg verið traust en athyglisvert. Já. Ætlar hann að leika svo D4 eftir og hafa biskupinn þarna megin við peðakefuna eða hvað? Leika D4 núna? Ég velti fyrir mér hver hugmyndin með biskup E5 er. Ætlar hann að setja drottningun á B2 kannski? Já, en þá kemur kannski bara þetta D7. Já. Ætlar hann að biskupinn stað hér þá? Já. Geti verið. Ýmsa vangaveltur og ég held að Alexander Domaldsuk með ekki gefa sér ómikið tíma í þessar pælingar. Það er kannski ástæðan fyrir því að veðbankarnir voru aðeins hlýðhjólari Hilmi. Hann var með 1.45 á lengjunni. Það voru 2.18 á Alexander Domaldsuk. Hann er ekki mikið í hraðskakinn en Alexander og við sjáum að tímanótkun hjá honum er ekki nógu góð eins og full mikil tími í þetta finnst mér hjá honum og kom mínútu undir. Já. Og við fengum nú ekki svona mikið tímafórskoti inn við náðan, þar heldur þeir svona nokkuð jöfnum takti báðir. Einmitt. Nú ef við ræðum aðeins Alexander Domaldsuk, Ingvar, þetta er kottnungur drengur, hann er ekki nema 19 ára gamall, eða á 19. ári að minnsta kosti. Já. Og teflir, hvað var að segja, undir fána Íslands, hann er enga síður alin upp að miklu leyti erlendis. Já, í Úkraínu og hefur dvalið hér á Íslandi stóran hluta ársins síðustu árin. Hann var gaman að fá hann inn í Íslands skáklíf núna fyrir nokkrum árum. Hann er búin að vera svona skemmtilega viðbót við. Já, hann á úkraínska móður og faðir hans er íslenskur. Einmitt. Hann heitir fullan með Alexander Domaldsuk Jóhannesson. Og hann er svona, það má kannski segja að skákstílinn hans er að mörgu leyti örlítið frábrugðinn því sem að ungir íslenskir skákmenn tefla upp á. Hann er svona mörgu leyti kannski með tæknilegri nálgun heldur en margir á hans aldri. Já, saman af því. Og svona óvenju kannski þroskaðan stíl með veldur, eða þetta orðað þannig. Já. En ég held að Alexander sé núna að gerast sekur ákveðin mistök og það er að gefa sér allt og mikinn tíma. Já, hann er komin alveg eiginlega fáránlega látt á tímanum. Já, þetta er kann ekki góðlökk að stýra. Og það er kannski erfitt oft
Já, aðlegast hraðskákin eftir að hafa telt kappskák alla helgina. Nei, einmitt. Þannig að þessi keppendur voru að tefla, já þeir voru að tefla 5 skákir síðustu dag á Íslandsmóti skákfélaga. Já. Sem að flestir íslenskir skákmenn tóku þátt í. Athyglisvert það sem að Hilmi gerði núna var að drepa hann F3 og veikja peðastöðu Alexanders og nú er tvöföld hótun. Já, F3 og A1. Já. Og ég sé ekki betur en að tíminn er alveg Hilmir er að taka þetta, sýnst mér. Í bullinu hjá Sasha. Þetta lítur ekki vel út og það gæti jafnvel eitthvað meira að vera að falla heldur en eitt peð. Ok, hann rókar langt og býður upp á skáka A1 sem Hilmir þykkur með þökkum og getur núna að skipta upp á drottningum ef hann vill eða haldið einhver spili gangandi á þennan berskjaldaða hvíta kóng. Já. Það er svolítið faralegur hérna kóngurinn. Og spurning sko virðist þér ágætis kostur að fara í drottningarúrslitin og tefla bara peði yfir en það er freistandi að halda drottningunum inn á. Hilmir veltir þessu fyrir sér. 9 sekundur. Á drottning A3. Við skulum fyrir H3. Já, svartar á marga góða möguleika. Rittar E5 er nokkuð svona einfaldarleikur. Setur á þetta peð hérna. Og sveifla sig kannski yfir á seri 6 ef hann þarf. Seri 6 og B4 með þarf. F4 er þetta C6, það er svona hálfgert mátnett komið í gang. Já, einmitt. Drottningin svarta á alltaf B4-reitin, hún er ekki inn í lokuð. Ég skipta ekki upp, já ég vissi það, fyrir hérna og þetta er B4 og þetta lítur mjög. Hilmir tekur fyrir skákina, það virðist vera nokkuð ljóst. Nú verður Hilmir líklega að gefa sér tíma í G6, já. Býtum við hvað er að gerast hér? Kom allt í einu eitthvað smá mótspil. Þetta var óvænt. Já, við sáum þetta ekki koma, en Hvað kom þessi? Þessi kom frá hlið. Það virkaði eitthvað svo saklaust þessi biskup F5-leikur virkaði svona eina hóturinn í stöðunni en já. Hann getur ekki H5 að loka, þá komum G4 en spurningin er, ég má ekki taka F5. Drepa F5 dróndur bara H5, drepa á D3 og kongurinn flýr yfir á A3 eða hvað? Má ekki gefa mig tíma núna kannski hróku D8 og taka D3. Er ekkert máti í þessu? Kannski ekki. Virðist ekki vera. En nú er Hilmir, já hann leikur hrókur eftir D8, ég ánægð með þennan leik. Og D1, hann náttúrulega býr til flottalega fyrir kongin líka sko, það getur verið mikilvægt, ég veit það ekki. Getur skipt máli, það er rétt þér. Já, má hann kannski bara drepa F5 núna og drepa svo D3 og... Já, er ekki, taka bara F5, dróndur fyrir H5, tökum á D3 og svo eigu kongur F8 ef með þarf. Hann gerir það ekki. Gerir það ekki, nei. Er hann eitthvað að storka örlunum núna? Tekur á E3, hrókur D2. Ok, Alexander er búinn að minnka aðeins tímann. Tíminn er aðeins komið niður hjá Hilmi. Ok, dreipar á F5 með drottningu, þá lokar hann öllum. Já. Hann er ánægð með þetta. Já, sjáum það. Það verður áhugavert að heyra hvað Hilmi er að hlusta á. Að fá kvartanir yfir sjóveiki að horfa Hilmi hérna. Já, mér syns myndavælum vallar ráða við að fylgja honum eftir. Hrókur eina 2 hótunin. Sassi hefur lítinn tíma að leika kongur A3, gemið sér út úr þessu. Hrókur 1 getur nú verið sterkur leikum bara samt óþarfi. Já, A5 loka kongin aðeins meira inni hérna. Og já, ýmsa leiði fyrir svartan. Hann ákveður að íta þessu hápeðastað sem er hættulegt. Dróndur bara 5 ok, hann er einu peð tilbaka. Drónning C5 skák hefur nú unni hrók hana. Já, það er rétt hjá þér. En hann mista því. Mér sýnist nú Alexander verður búinn að halda sér vel inn í þessu. Þannig að maður valdar þennaritt mikilvægt. Er ekki mát. En já, úkrainski baráttandinn hjá Alexander er svona eitt af hans aðalsmerkjum. Heldur betur. Alls ekki vanmetan. Berskjaldaður svarti kóngurinn, þannig að þetta er ekki alveg búið. Það má ekki vera kærilaus hann Hilmir hérna. Drónning C2 hótar hrókur D1 til dæmis. Og nú sjáum við að þeir eru báðir kominir undir 10 sekundar og nú skiptir hægir. Hvað er að gera núna? Já, þetta ekki er hann að vinna sinni. Það setur upp B5 skák. Suss. Drónning H2.
má hann skipta upp og Hrókur hann fyrir inn á D7 er hann ekki bara að ná jafntefli? Hann er að ná jafntefli þetta er ótrúlegt hann með gjörtap að tapa rétt á hann ég átti mig ekki í lákvæðan að fóra á þessu þetta getur verið mjög mikilvægt fyrir Alexander að svona sálrænt þetta getur verið stórt demitt þetta er svona akkurat anstæðan við það sem gerist til Símon á hann að hann náði ekki þessu svona mómenti að berjast og ná úrslitum og þá getur sjálfströsti farið og hérna getur það einmitt gæst að Dómatsjúk sé að fá mikið og gott sjálfströst og svona komið sér strax inn í einu við Nú voru alla líkur á að þeir semmi jafntefli Jæja, þeir semmi jafntefli og þeir brosa þessu bara þeir glotti bara skiljanlega Ok Nú held ég að hljóta að vera mikilvægt fyrir Hilmi að láta þetta ekki trufla sig þessi úrslit Já, þetta er bara einn skák þetta er 10 skáka en við og Hilmir stýrir þá hvítumönnunum hér og við fáum upp katalánska byrjun og B5 sáum þetta nú í heimsmeistaraeinvígi fyrir ekkert svo löngu ef ég maður rétt það er rétt hjá þér gott að það var ekki þá var þess að leiksvartir biskup B7 tekið að B5 að fórna P1 og A6 en hérna tefla er annar variant B4, já ég teldi þetta nú sjálfur daginn á móti Pólandi þetta er mjög skörp lína og þeir verðast þekkja þetta nokkuð vel tefla þetta rösklega strákarnir já það hann má búast í að þetta einvígi verði jafnara heldur en það sem við sáum áðan og ég veit að það er mikið undir hjá þeim félögum svona upp á stoltið að gera að vera að tefla við hérna félaga sinn algjörlega setur upp í D4 og hvað er að gerast hér þeir taka sér nú smá tími í það Hrókur upp í D4 ekki leikurinn hér eða hvað Hrókur setur upp í D4 Já, átti hvítur að vera búin að taka C5 eða hvað? Mér finnst það eitthvað neginn. Já, nú þekkir þú þetta betur heldur en ég, sko. Ok, og hvað nú? Nú vantarlega, E4 er náttúrulega leiðileg hótun í einhverju tilvikum. Sjá að Hilmir skiptir föt. Já, býta nú við. Já, hann er með hvít, þá fer hann í hvít. Já, hann lítur að vera. Heldur hann farið aftur úr peysunni? Ég veit ekki, ykkur hjátrú. Það verður að koma í ljós. Ég er eitthvað því að leggja þetta í C6. Bara svona að byrja því, koma mann út. Virkar mjög eðlilegt. Ég verður hann einhverjar áhyggjur af. Hverju hefur hann áhyggjur af? Þetta C6, Hrókur tilbaka og svo drottning eitthvað. C7 Já, ég hefði haldið það verið svona eðlilegasta framhaldi fyrir svartan. Hann má eiginlega alltaf fórna gefa þetta peð á D5, hann fyrir á D7, já. Já. Hann má alltaf gefa þetta peð á D5, þetta hvítur drepur núna með biskup á D5. Vandamálið er eftir þetta allt saman að þá vera hvítur reyndin eins og veikir, biskup kemur á B7. Einmitt. Og hvítur þarf virkilega að passa sig, þannig að hann vil ekki ná í þetta peð hana. Það er ykkur A5, já. Ef E4, nú er ég svona farin að munum eitthvað svona aðeins betur þá þessi er komið hér svo dreipur þetta oft með peði en nú er það ekki í boði eftir en A5-leik hjá Hilmi þannig að kannski er E4 að fara að vera óþægilega núna í næsta leik aftur sjáum við tímanótkunina hjá Sasha, hún er það er Sasha sem hann kallar, ég tala hennar eins og við séum bara félagarnir. Já. Þannig Alexander, hann er aftur komin aðeins undir, ekki heilli mínútu en hann stutti í það, biskup finnur 6. Sjáum að svartur er nokkuð aktífur. Heldur betur. Einhvern veginn hefur Hilmi setið eftir með sínu liðskipan. Sjáum að liðskipan er svolítið klaufaleg. Þessi riddari kemst ekki út, ef Hrókurinn þarf að hörfa hérna D2 þá kemst riddarinn ekki út. Þar alveg kemst þessi ekki út og þessi fastur. Og þetta er svona ein hugmyndin hjá svörtum í þessu aðbreyði að
vera svolítið aktífur og hérna skilja hvíta svolítið eftir með kallana hana. Það virðist vera aðeins misefnað. Já. Hjá Hilmi, eins og Sammála því og tíminn nokkuð jafn núna hjá þeim félögum. Já, það að jafnast út. Og Hilmir gefur svo svolítið tíma í þetta að leysa þess úr þessum byrjunar vandræðum sem sýnist vera bara virkilega alvarlega núna. Já. Sko, hann getur ekki valda biskupinn á C1 með góða móti. Ef hann drepur á D7 núna, hann drepur svartu vantarlega á C1 og hvað gerast í þeirri stuði? Ég myndi halda Haróni á B2 í einhverjum aðbörðum og hrókurinn er það fastur hérna bak við rittarann. Lítur ekki vel út. Það fer svona. Hvítan, já. Nei. Biskup E2 beinhóttunum stöðinni. Já, Haróni á B2 líka. Rittar C3, býttu nú við. Hann leysa þetta einhvern veginn á taktiskan hátt. Það er bara E3 þá bróni á C3. Já, bara kalli hafið. Sé ekki betur. Ekki sofa á Dómatsúk. Vá. Það var flatt á því. Já, þetta er bara kólurinn tapli á honum Alexander. Já. Skyndilega, já. Hann teldi byrjunina mjög skart. Já, hann var með þetta allt saman á hreinu, finnst mér. Algjörlega. Hilmir reynir að berjast heilumann undir. Erfitt að sjá hvernig hann getur fundið eitthvað mótspil. Já. Hvíti kóngurinn hann frekar veikur líka. Þannig ég held að sé alveg óhætt að spá sigri hjá Alexander í þessari skák. Já. Drottning A2. Og Alexander skynsamur skiptir upp og hirðir peð. Svo fer þessi biskup væntanlega bara á B6 einhvern tímann og það er engin sérstök pressa hjá hvítum. Já, Hrókur C7 góðleikur. Valda beisinn eins og menn segja. Já, valda beisinn. Já, við erum komin núna í bólunum tapn hjá Alexander og eiginlega bara spurningum. Tíma hérna, það er ekkert mótspil. Nei, hann gefur þetta líka bara. Já. Þannig að Sasha tekur fórstuna, Alexander Dómatsúk 1,5. Og þá fáum við Hilmir hefur svart núna. Já, fáum við slavneska vörn og þeir voru fljótur að leika þarna eftir H5. Ég vona að viðurkenna að ég ekki þetta afbyrði ekkert sérstaklega vel en þetta er nú svona nokkuð standard staða drottningarna hann á B3 og B6. Já. Horfast í augu, hvort er bara undan. Þeir teflita þar hættu þeir hljóta að vera með þetta undirbúið. Já, algjörlega. Býttu nú við. Hvað er að gerast? Rittarinn á A7 fyrirgjöðu og lítur hættulega út þessi leppur á aðlífunni en hvítur á allavega biskup B5. Já. Ef hann þarf, sem ég sýnst að nú þurfa, reyndar. Já, hann er bara kalli hafið. En Sasha er að tefla þetta mjög hratt. En nú er eins og sé að reyna að muna einhverja teóri eða hvað, frekar en að syngja með einhverju lagi. Horfir út í tómið sem er þekkt hjá skákmönnum. Gæti nú til dæmis það getur náttúrulega tekið á C6 en ef hvítur ætti leika þá gæti kannski leikið biskup A4 til að koma riddarinn út ef hrókur bara A7 aftur á C6 til dæmis ef það kemur leikar eins og E6. Já, þetta er áhugavert afbrigði hjá þeim félögum. C7 er hérna hann er bara C6, ok, en hvernig kemur riddarinn út núna? Riddar B5 skák, já, auðvitað. Og hann er bara peðið yfir. Kannski ekki alveg reynt peð, svartur hefur jú vissulega biskupaparið. En það var greinilegt að Alexander Dómatsúk var með þetta afbrigði betur á hreinu. Teflar þetta mjög hratt og hefur núna betri tíma. Já. Og hvað er hann að spá hér? Verður ekki riddarinn að fara á C3? Já, betur nú við. Það komu hérna það var dott út hjá okkur tengingin. Þarna, hann leik þessu og ég var að snúa þessu við hérna hjá okkur. Og nú sjáum við að hvítur á eftir að ljúka liðskipuninni á Kóngsvagnum. Já, það er að koma þessum mönnum hérna út. En svartu gæti mögulega fengið mótspil á bílunni. Hrókur B8 gæti komið og
já, hann kemur núna. Þessi peður er veik. Mögulega þurfa að leika hérna riddara C bara til að valda þetta. Já, það er spurning með biskup C2 og reyna. Já, það er komið. Ok. Þú ert spádómslega vaksin hérna. Gríðarlega. Í þessari skák. Þá getur verið að skipta upp bara í endaþafl sem að er. Já, og þá hérna tapar svartur á móti biskupaparinu. Þannig að eitthvað að borðið, ég veit ekki, kongur eitthvað. Kongur F2, tekið að B3 og svo biskup C til að valda þetta peð. Já, hann gæti líka sko eftir kongur F2, segjum það að biskup dröpu B3, drepið á B3 og virkja sér hrókin á A-línunni. Já, hann getur byrjað að skáka á hrókur A2 eða biskup C. Já, svo hrókurinn lokist ekki inni. Já. Virðist nú vera svona nokkuð deginn í jafnvægi hjá þeim. Eftir það, Alexander gefur sér óvenju mikinn tíma núna. Það er eins og hann sé eitthvað að svekkja sig á því að hafa ekki fengið meira út úr byrjuninni. Já. Já, biskup C1 eða hrókur A2 núna. Jafnvel riddari A4. Það er náttúrulega valda þetta peð. Og þetta er nú í algjör jafnvægi núna. Er eitthvað upp á að tefla hérna, Ingvar? Ég mögulega í hraðskák. Já, en þá skiptir máli að hafa góðan tíma. Já, og það er nú eitthvað sem að Hilmir getur státað af núna. Já, ég held að svartu getur nú aðeins leikið sem er í þessu stöðu með að reyna eitthvað að fara fram með peðin til með svo að drottninga og eitthvað slíkt. Það er aðeins að passa hróki núna. Kongurinn hvíti er að koma á C2 núna. Geti þessi hrókur lent í einhverjum vandræðum? Ég hugsa ekki. Hann á alltaf B5-reitinn og... Já. Hann verðist alltaf eiga reit hér og svo framvegis. Já. Já, það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur ungum mönnum á næstu árum. Þeir eru báðir að stefna því að verða stórmeistarar í faginu og... Já. Og Alexander hann hérna fór nú ágætlega stað í deildakeppninni hérna heima, Íslandsmóti skákfélaga helgina. Já. Og var með 3,5 vinninga 5 mögulegum. Og með árangur sem samsvara 2530 stigum, þannig að með góðum seinni hluti þá gæti hann mögulega ná sér í stórmeistaráfanga sem er þá stórmeistaráfangi nr. 2 hjá honum. Já, til þess að ná því þá þyrfti hann að ná árangur upp á 2600 stig eða meira og tefla við hæfilega marga stórmeistara og titilhafa sem hann hefur vissulega gert. Já, sem hann nær. Þannig að hann náði því nú í fyrra á síðasta Íslandsmóti. Já. Það gæti verið möguleiki hjá honum og það er klálega eitthvað sem hann er að stefna á. Já, og svo hérna eftir í hvernig staðan er líka í hérna bitanu og hann var rósatur, var hann eitthvað að leika af sér? Nei. Ekki fannst mér þetta. Jú, hún í H4, þetta er lagi. Nei, að þetta sem hún ósáttu við. Hún í að B2-una, hann hafði kannski tapað peði, já. Smá klöfurskapur sem að ræðst kannski svolítið að tímastjórninni. Já, nú er Alexander komin niður í 10 sekundur og það getur skipt heldur betur máli. Hilmir búinn að tefla þetta aðeins hraðar. Erum við að sjá Hilmi jafnveitin hérna. Byttu nú við. Það er í gangi hér. Hann ætlar að reyna að ná í þetta F7-peð, leika hrókur F8. Já, getur hann farið með hrókinn tilbaka bílununa, skákað á C5 og bakkað á C7, gengur það upp. Nei, hann fer á A2. A2, já. Spáði þessu hérna, hér og hér. Já. Svartur er líka að reyna að plokka í hvítupeðin. Munurinn er að hvíturinn er að gera þetta með skák. Hrókur G3 hlýtur að vera leikurinn. Náðulega í peðamóti. Lítur vel út og eftir hrókur til F7 á Hungurinn fer að sjálfsögðu uppborðið, vill ekki vera skorðaður á eftir strautaröð. Smá gildra hrókur til F3, þá kemur G5. Hann sér það, leikur E5, þá kemur vantilega kongur E2 og alltaf peði og Sassi er búin að bjarga sér held ég aftur.
Það lítur út fyrir það. Já, tendatafl. Smá pressa samt að það kemst á... smá óþægindi. En er þetta eitthvað? Þeir á fullt passít. Já, eftir kongur D3 var hann kannski spáði hrókur. Já, það var kannski E4. Drepa G4, vinnu peð. Já. Sem hann er kannski að gera hér líka. Hér er samt. Ok. Er á svartur einhverja vinningsmöguleika í þessu? Það hlýtur að vera. Hann er peð yfir og hérna. Það góðan tíma. Og já, ekki auðvelt að virka hvita kongin. Já, jú, hann kemst hérna akkur á hann að hleypa hann með yfir gelununa. Ég náði því ekki. Þú vildir hafa kongin? Ég hafa hrókið bara G4 og kannski getur komið svarta kongin niður á D7 og svo lappa yfir kongsvangin. Já, þetta er lærið að sýta sem að segja að hafa hrókin á G4. Þar er hann að gera tvent. Valdar E4. Valdar E4, já. Stiðu G-peð. Og hefði lokað hennar gelununa og haldið hvita kongunum frá. Svo sterkt í endatöflum að hafa hrókin í tveimur hlutverkum. Vandalega biskup F4, já. Og ég leika G5. Já, leikur því. Fær nú kannski ekkert mikið lengra, hvítur hróku G8. Já, ef G4 þá hafði komið hérna hróku G8 og vinnupeði. Gengur ekki. Hilmir gerir sitt best að komast áfram, en Alexander segur að halda klukkunni rétt með við núlið. Nú kemst kongurinn yfir. Já, leppun. 5. Hóta kongur F7. Ef það skiptist upp, þá heldur svartur þessu umframpeði. Það getur talið í... Það nóg, og hann heldur biskopunum. Já, ég veit ekki hvort það er rétt í þeim efnum. Við hrókinu á A-línuna, hefur langt frá, getur pressa á bæði peðin frá A-línunni. Já, hann verðist vera að halda þessu alveg ágætlega núna. Erfitt að koma þessu stað hjá Hilmi. Kemur kongin. Já, það er morgunljóst að við erum að fá allt annað innví heldur en áðan. Þetta verður alveg hörku barata. Þetta er stál í stál, syns mér. Þetta er einu skák. Þetta er svona frekar aktív, virk vörn hjá Alexander hérna. Nú er Hilmi komið verið tíma. 5, 4. Já, þetta er eiginlega alveg magna hvað hann segur að... Fá náttúrulega 2 sekundur alltaf. Biskup F með kannski óþarfi eða hvað. Kongur F2. Nú fer hann í hróksamtaflið, skákar, byttu nú við. Ef kongur G6 hrókur F5, hann rettar sér aftur, ótrúlegur. Hann er góður í þessum, já, hrókur F3 reyndar, já. En hann fær G-peð í staðinn og það sætti hann að halda vegna þess að hrókudrifur, þarna kemur kongur F4 og já, hrókur A4 núna, þetta að döga. Kongur finnur 3 og svo framvegis kongur finnur 2 og jafntefli. Já, ég ætla bara að lýsa yfir að það voru mikil gæði í þessari skák, bara vel telt í báðum og... Já, núna komna 2 skákir þar sem að Alexander er að verjast ótrúlega vel. Þetta er kannski svona hans aðansmerki þessi barátta og náði alveg 2 hörku jafnteflum helgina mitt. Erfiðum skákum, já, sem hann hélt sér fast. Hérna er komið svona aktíft, herðu, já... Eitthvað kannast þið nú við þetta? Já, Hilmir var með þetta undirbúið fyrir eina skák á Ólympíumótinu og þetta er allt þekkt. Já. Hér kemur A6 ef ég maður rétt. Rittarðarby D5, A3 B5, rittarðarby C7, kongur D6, kongur C6. Þetta er teóría, hann var með þetta undirbúið fyrir eina skák, ég man það. Hvort það var móti hverju var það aftur? Turkmenistan. Já. Ég var reynda með kvennalið en ég akkurat leit inn á herbyggi hjá Hilmi og Vigni fyrir þessu skák. Ég segi kannast við þetta því að mér myndi að þetta hefði komið upp hjá Hilmi. En þetta er teóría sem er líka til með skipt litum. Já, ég man að ég var að skoða þetta þegar ég var að undirbúa það sem heitir hvað heitir það? Belgrade Gambit, já. Og þá getur sérst ef að geti komið saman staða með skiptu litum en þá peðið ekki á A3. Það víst munar eitthvað smá, ekki mikið en ég áttum ekki alveg á hvað munurinn er. Það er mjög djúpt, valdar B4 í einhvern tilhildum. Býðum við, já. Hilmir, hann drefði með kóng, það er rétt. Já. En ég ætla að spá Hilmi sigri hérna því að hann tiltölulega nýbúinn að stúdera dagbrauðið eins og við nefndum hérna fyrir Ólympíumótið. Þannig að hann er með hlutin hreinu og komið með mjög gott tíma á fórskotina. Þannig að bara ef við teljum barmennina þá sjáum við að Hilmir er í augnablikinu skiptaminni yfir en rittarinn er fastur á A8. Já, hann er líklegast endar svartur með 2 menn fyrir hrókin. Þannig að spurningin er svartur að fara að leika biskup H3 eða er hann að fara að koma
biskupnum af F8 og hróknum yfir á E8 sem fyrst? Hvað planið? Já, það spurning. Hann leikur biskup C5 og D4 kemur bara spontant. Já, spontant. Og já, hann með þetta alltaf reynu, sko. Fórna peði, svarar hann biskup D4 með biskup E3 og reynir þá að flýja með kóngin yfir á drottningavangina eða hvað? Já, vantarlega. Já, þetta alveg magnað. Svolítið típist fyrir Hilmi að undirbúa eitthvað svona rúluskauta atriði. Algjörlega. Hann gaman að því. Og sjáum bara, ef við horfum á klukkuna, hann með 3:09 og hann búinn að græða sko nokkur sekundur frá því að skákin byrjaði. Alexander komið niður í mínútu. Já. Og nú spurning hvort að þessir hæfileikar Alexanders að berjast í krefjandi stöðum hjálpa honum núna. Hann leikur biskup E6 sem verið það að verið rétti leikurinn að því að Hilmir hann nánast prímóði. Hann ennþá með 3:10. Þetta ótrúlegt. Býður upp á kaup á drottningum, biskup C4 skák leikur og nú þarf Alexander að reikna eitthvað sem hann kannski hefur ekki séð áður. Rittarinn á A8 í uppnámi og ég var bara að viðurkenna að ég hef ekki hugmynd hvað er að gerast. Ég veit ekki hvað er að gerast, ég verði að viðurkenna. Þetta er mjög óræð staða en svona út frá stílnum hjá þessu keppendum sem við reddum aðeins í byrjun, þá á þetta að henta Hilmi betur. Geti haldið það. Nú hugsar hann. Ég er bara í mestu erfiðleikum með að halda. Það er alltaf mikið að mönnum móni fyrir svona gamla menni svo okkur. Já, eftir heila helgjatæmensku. Ég er bara að leggja saman fjölda manna sko. Ok, nú rittar á A8 í uppnámi, biskup á F1 í uppnámi og rittar og E4 í uppnámi. Tjöksturinn leikur biskup Gunnar 2 og leitar í miðstilda biskupa eftir bara E4, hróktur bara A8. Já. Hann einhverju peðum undir, hann með miðstilda biskupa. Hann var að drepa A8 því að rittarinn hefur kannski sloppið út hérna B6 annars. En er þetta ekki bara allt í lagi hjá honum? Ég minna hann drepur á E4. Nú er bara jafnt á peðum og ég gat talið það. Já, vel gert. Og Já, Hilmir vann nú ótrúlega sigur í dag 3 peðum undir endtabli. Já, biskup endtabli. Já, sem að við skilum ekki ennþá hvernig gerist. En ég menna, ef ég þyrfti að velja, myndi ég nú bara hallast að ég að velja svörtu stöðuna núna. Manni finnst eins og hér er að fara að vera eitthvað kaup á peðum. Já. Og þessi peð getur að vera hættuleg í endatablinu. Heldur betur. Af því að svartur hefur svona meira dýnamska möguleika til að velja hvernig hann stillir peðanum upp. Einmitt. Kóngurinn á C6 verðist blokka vel hvíta peðamassan þar. Og B4 örglega sniðu leikur hjá hann að ef til dæmis A4 þá, já, sé maður ekki í fljótubræði hvernig hvítur er að fara að bæta stöðuna. Nú myndi hann bara taka A3. Já, reyndur hann að G7 á byrjum. Já. Leikum við ekki bara F6. Hann dreipið fyrst að sjálfsögðu. Dreipið fyrst. Ég held að mig dreipið A3 og reyna bara að vinna þetta. Leika F6. Já. Leikum við G5. Já, ok. Já. Nei, menn nú kemur... Sko, svarti kóngurinn, já, ekki viss með þennan. Hann verður að fá 2 samstæði einhvern veginn. Já. En hann getur virkjað kónginn og hann heldur drottningavagnum algjörlega saman með þessu biskup hérna. Einmitt. Til dæmis getur haft hann á C6 og hvítur ekki að fara að gera neitt. Þannig átt við að plan svarts getur verið að hlaupa með kónginn yfir á kóngsenginu og íta peðunum. Já, koma hérna til að hjálpa og fara svo íta peðunum. Já. Ég hefði ekki vilja íta þessu peði hérna strax á hvítareit ef ég hefði getað, en ég held reyndar að ég hef ekki tíma til að... Nei, hann til dæmis H6 þá hafði komið biskup hérna, setta peði. Já. Já, hann hefði þingað okkur í að fara þarna á hvítareit alltaf. Ok, Hilmir gefur þetta peði á C2, það skiptir hann engum máli. Hann er bara að hugsa um hann á jafnteflinu núna. Já, hann ætla bara að blokkara allt saman á kóngsvagnum. Og nægir hann því ekki? Ég held þetta sé jafntefli. Já. Hvernig ætlum við að brjóta niður vörðinu á svörstureitunum hjá hvítum? Kannski smásjans eitthvað staðar að hérna í einhverjum stöðum hvítur með kónginn til og með sér að leika sérst F4 biskupdröpur og H4 til þess að hafa valdið þetta G4 peðurindar en það er, já smá séns en ég fann að hallast að því að þetta verði jafntefli. Já, ég tek undir það. Sem eru þá 3. jafntefli
Þannig að eftir 4 skákir, við förum í hlé eftir þessa, að þá þið staðan 2,5 fyrir Alexander Domalchuk. Leiðir með, einum sigri. Þannig komst hann að þessa stað, H4. Og þetta býður upp á möguleg gegnumbrot, til dæmis í einhverju stöðum. Getum við leikið þessu G-peð áfram, drepið og svo H3. Og ég sé ekki hvernig við stoppum það peð. Þannig að hérna þarf Hilmir að finna eitthvað. Já, þetta nú sniðt hjá honum. Já. Þar hann að fara með kongin á E3, heldur það? Geti gert það, Getur dreipið H3, kongur F2. Já. Þá getur við svara H2 með kongur G2. Samt svona smá. Bara samt, hann leik kongur E3. Sasserinn reikna, hann enga tíma til að reikna, því miður. Leika. Hann verður að leika eftir sínu besta innsæi og leikur biskup finnur 3. Þetta sé aðal ósáttur með að eiga tíma til að reikna almennilega. Já. Frekar hann að sé ósáttur við stöðuna. En, kongurinn kemur. Kongur kemur og þá spurning. Biskup G5, reyna að þynga peðina hvítariti. Splitta peðanum. Á 3, nú ætti hann að ná, nú næra blokkeringu. Kongur G3, biskup D6. Já. Þetta steindu þetta núna. Heldur biskupnum bara. Já. Flestir þekkja nú svona. Hann gæti reynda að ná þessu A-peð, en ég held að skipti bara enga máli. Alexander hristur hausinn. Já, þetta sýnist hann geta farið og náði þetta A-peð, en endurtek skiptir vantarlega ekki máli. Já, nú hann kannski bara aðeins að vinna þessi tíma svona til að geta metið stöðuna aðeins. Já, hvort það sé einhverju möguleikar í þessu. Já, leikur biskupnum fram og tilbaka, fær 2 sekúndur á leik og reynir svona aðeins að ná sér í smá tíma til að hugsa málin. Tekur A-peðið og eins og sér hefur ekki mikil áhrif á gangmála. Nei, það sem að hvítur bara í raun að verjast, hann heldur þessu biskup þarna. Herðu, gæti hann ekki B5, teki kongur B7. Vá. Gæti það að lenda eitthvað ógeðslega leikfröng? Það áhugaður hugmynd. Af því ef hann fara annað frípeð, það unnið. Ég spurning hvort hann átt B5 hana. Athyglisvert. Má sjá, biskupinu var í þessari stöðu. Kannski ég hefði mikið tími það að fá stöðinu svona þetta bara hratt núna. Nei, hann að stilla þessari stöðu upp aftur, eða fattar hann það. Biskup verður að vera A7. B5 dreipið kongur B7. Nei, ég held að ná aldrei náða búið til leikfröng fyrir hvítakongin. Hann hefði getað að fara fram og tilbaka og G3 F4. Já. Við þurfum að skipta biskupnum á kongnum, en við það að gera það, þá getur hvítur leikið B7 og losa biskupið. Einmitt. Já, nú Alexander eitthvað að reyna að flakka með kongin, en það gengur ekki. Einu sjansinn er þessi B5 leikur eins og við talum. Já, þetta mjög einföld vörn hjá hvítum, leikur núna biskup D6. Kannski þetta kongur D5 og B5 í einhverjum kringumstæðum. Hótar kannski B5 núna eða hvað? Já, hvítur þarf aðeins að passa sér að lendi ekki í til dæmis að ég geti leikið B5 drepið kongur E5 í einhverjum stöðum. Það þurfti hvítur biskupin hefur á E4 reyndar. Af því að biskupin á E7 þá hefði ekki getað skáka kongin á E5 og þá hefði kannski F4 verið að koma. Kannski best að biskupin á F3 hjá svörtum. Af því ég get alltaf svara kongundur F5 með G3, tekið H2. Já. Ég myndi reyna núna að setja biskupin á F3. En hvítur heldur bara kongun með F4 auðvitað. Hann er bestur hérna. Þá getur hann ekki lent í þessu trikki. Hann er að reyna trikkan, búið til leikfröng. En Hilmir verðist vera með biskup D6 núna, þá kemur B5. Já. Ok, er hann að reyna núna, biskup eitthvað? Reynir hann þetta, B5? Já, reynir þetta, já. Ok, þannig að nú fáum við kannski að sjá þetta. Ég held þetta sé jafntefli eftir kongur B7. Ég sé ekki hvernig við tökum G3 F4 reytin af kongnum. En þetta er skemmtileg tilraun að segja. Já, heldur betur. Þannig að það er ekki að gefa hann neitt. Nú við datt úr skákinn hjá okkur, komin aftur inn.
Alexander búinn að vinna sinn smá tíma en Já, komin í 30 sekundur. Leið og kóngurinn fyrir eitthvað á flatt. Býtu nú við, getur hann ekki Býtu, Hvað er hann að gera? Hvað er að gera þetta? En býtu, gæti hann ekki Hann gæti ekki kóngur Asis sett biskupur, þetta er kannski unnið, býtu. Nei, kóngur Asis biskup B8, að losa biskup, já, ok. Já. Dró. Já, þetta var hörkubarátta. Já, þetta var skemmtilegt endtafl. Við tökum örstutta pásu núna eftir fjórðuskákina og fáum nokkuð skilaboð og komum síðan bara í æsispennandi yfir aftur. Já, heldur betur. Staðan 2,5, 1,5, Alexander Domalchuk í vil og örstutt skilaboð kæra áhorfendur, ekki fara langt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
Já, komið sæl aftur. Við erum með beinu útsendingu frá Íslandsmótinu í netskák, Íslandsmeistarmót Símans í netskák. Yngvar hörku spennandi þetta setna einvíð okkar. Herði, við erum að fá stórkostlegt einvíð og ég ætla að fullera að þessi skákana fyrir hlið er bara skemmtilegt skák sem við fengið hingað til í þessum útsendingum. Virkilega frábær undirbúningur og mjög athyglisverður skák. Einmitt. Alexander hefur sýnt að það sem af er í einvíðinu að hann er gríðarlega úrræðagóður. Já, þetta er hans styrkur, það er að berjast og oft halda erfiðum stöðum. Mjög góður styrkur. Einmitt. Heldur betur. Staðan 2,5, 1,5. Það hefur verið mjög jafnt. Heldur að Hilmir þurfa að breyta einhverju eða? Nei, mér finnst þess að þetta sé bara svona detti hægri vinstri. Ég hugsa að fara að detta sigur hjá Hilmi og ég er bara vonað að þetta verði jafnt og spennandi og spurning hvort við fáum fyrsta Armageddon skákina hérna. Getum séð það. Já. Gríðarlega spenna í þessu og við sáum hann að afbreiða áðan það sem að þú sagðir Hilmir opna undirbúa fyrir skák á Ólympíumóti og Alexander virtist þannig á svipinn að hann var ekki alveg með þetta 100% hreinu en hitti. Já, en kannski eins og hann þekkti þetta en þurfti aðeins að muna. Því að þú drepur ekki með kóngnum hann á C6 nema að hafa séð það sko. Svolítið glannalegt. Það er ekki allir hérna getur telt eins og Björn Þorfinnsson sem hafði kónginn sinn á H5-reitnum eftir 12 leiki á Íslandsmóti skákfélaga. Já, ég get sagt þér sögu af þeirri skák. Ég kom að borðinu þar sem Björn var að tefla. Björn satt ekki við borðið, hann stóð upp og gekk eitthvað frá borðinu og ég hélt að kóngurinn hefði dottið á gólfið. Ég fann engin kónginn, ég leit á borðið og ég sá engan kóng. En það var kóngurinn komin út á mitt borð eða út á kant bara eftir byrjunina. Og þar var hann og Björn vann skömmu síðar. Algjörlega fáránlegt. Já. Má sjá, við eigum að vera að fylgja þeim. Sjá hvort það sé ekki alveg. Sjáum. Ekki byrjaði á. Sjáum hvort það er staðfest. Bíðu menn spenntir eftir að þeir félagar hefji í leik. Það er fyrsta skákin. Ég rakst á það hérna á ganginu. Þeir spilluði aðeins og glottu og Alexander sagði það hlýtur nú að hafa runnað með þetta tafl. Já, hann hafði trúið því, já. Hilmi var ekki endur alveg sammála. Nei. Okkur sýndist að það hafði nú verið líklegast nær sannleikanum hjá Hilmi að ætti að halda þessu. En kannski voru sénsar, við allavega sáum það ekki. Einmitt. En mjög athyglisvert endtafl. Já, maður hefur séð Alexander vinna ótrúlegustu stöðu, sko. Já. Kreista blóð og steini, eins og maður segir. En við erum, eins og ég sagði, í beinni útsendingu frá Íslandsmeistarmóti Símans í netskák og við erum með góða styrktaraðila, komum inn á það síðustu vorum með ykkur. Já, það er collab. Það er collab. Þú kannski, ferða hans yfir það en fáum hérna skákinu komin á stað. Já, hún er komin á stað. Fáum það á skjáin en við skulum fara yfir okkar góða styrktaraðila enga síður. Já, við erum með slavneska vörn og það er Alexander sem að stýrir hvítumörnum í þessar skák. Sjáum hann uppi. Það er Lengjan, Síminn, Collab og Ljósleiðarinn. Og Ljósleiðarinn er mitt. Góði styrktaraðilar að þessum bráðskemmtilega viðburði sem fyrir með hér. Íslandsmótið í netskák fært. Já, ég veit að ólíklegustu, svo við slettum watch partyum hérna á ýmsum stöðum. Já. Ólíklegustu stöðum. Já. Til dæmis shout-out á Biljabarinn, það sem ég veit að menn er að fylgjast með. Já, byrjum að heilsa áhörundum þar. Ég veit til þess að stórmeistari Vignir Vatnar er að fylgjast með þar en hann kemur hérna einmitt eftir 2 vikur í líklegast annað magnaðinu í gegn Hjörvar Steini. Já, skemmtilegt að þeir félagarnir skildu draga saman í 16 manna úrslitunum. Já, ég er spenntur fyrir því einvígi en ég verði að viðurkenna að þetta einvígi geti verið meira spennandi. Og hvað er að gerast hér? Hvítur með kónginn á D2? Já, það verðist verið eitthvað tískur núna hafa kónginn út allt borð, það getur verið að róka. Já, gæti róka svona með höndunum. Það fært kónginn yfir á C1. Líka hann að G3 svartur rótt með pressu hérna nýra H2 með rók og drottningu, hann loka á það. Hilmir náttúrulega þekkir þetta afbrigði vel, hefur telt þetta mikið. Já, og fyrir eitthvað svona trausta fyrir báða og hæg stöðubaráttu sem er að hefist. Við sjáum aftur að við erum með mislita biskupa inn á borðinu sem gæti auðvitað skipt máli. Já, við fengum magna endatafla á hann með mislita biskupum sem oft vill færi þannig að fara við að endi í jafntefli af því að menn hreinlega bara ráði yfir sikkur reitunum, hvítum og hins svörtum. Það var það sem er í úrstum. Það var eitt sterkur skákmaður sem kendi mig það í gamla dag að mislitu biskupennir hagnast þeim sem að er í sókn en það er nú kannski hvorugur í sókn eins og er. Já, og ástæðan er
í rauninu svo sama að þú ert með hvítirita biskup og hinn með svartirita og þú sækjar á hvítirittunum þá svo er þetta að verjast því vantar einfallega mann til að stjórna þeim reitum. Nú sjáum við uppskipti á miðborðinu og Hilmir velur að drepa þarna með EP-inu. Mann finnst það nú eðlera. Hvítir hrókur hlýtur nú að fara að sé einn. Ég myndi að halda eftir heima þar. Hrókur og sé einn, já. Já, þetta hægfæra stöðubaráttu hérna og við fáum örugglega örugglega sambarilega baráttu og við fengum svona hjá okkur eða hvað? Já. Já, eins og ég segi, Hilmir með svart í þessari stöðum. Já, ég snýri mann að borða við til að hafa klukkuna réttar. Og aftur sjáum við Alexander lenda í sömu, já, ef við getum sagt að tíma vandræðanum og hann lendi í áðan. Hann nýtti tíma vel í byrjuninni en það hefur ekkert truflað hann hingað til að þó hann sé... Það var ekki kostað hann hingað til allavega. Nei. Kannski aðeins áðan þegar hann var að leita vinning í endatöflinu þá vantaði hann tíma. Vantaði smá tíma þar. En að öðru liti hefur hann náða að klóra sig í ótrúlega veru vandræðum, sérstaklega fyrstskokkinni. Einmitt. Sem var bara koltafátafl. Heldur betur. Og nú er Hilmir með einhvers konar pot þarna á drottningavagnum, búinn að íta AP-inu sínu. Já, og Alexander er að reyna að opna miðborðið. Vill meina svartur í erfiðara vik að finna gott skjól fyrir kónginn. Einmitt. Nú verður kannski komin að staða með þessu nefndir áðan að í mislættu biskupunum að þá viltu reyna að sækja og nota biskupin sem þú hefur og anstæðingurinn ekki. Það er spurning sko... Já, ef við fáum hróka á Elíruna á einhverjum tímapunkti hvort að svartu þóri að hrókara stutt eða... Já, hann setur drottninguna, ok, setur á C4 hérna. Já. Svartu vill örgulega leika B5 en ég myndi nú að það ákjöra af einhvers konar T5 framrás. Já. Já, það er bara reyndar upp í B5 líka, það var kannski bara onni. Mætti ég vel drepa það líka, já. Já. Ætlar hann að skjóta inn A3? Er það ekki leikurinn? Hrókur H6? Athyglisvert. Þetta er svona típiskur heilmiðsleikur. Hann finnur átt svona dýnamískar hugmyndir sem öðrum dettur ekkert svona strax í hug. En spurning hversu góð þessi hugmyndi var. Alexander tekur bara peð og segir hann hefur ekki áhugjur af opna A-línunni og sókn svart. Nei. Tími verður að leiða það í ljós hvort það sé rétt mat hjá honum. Kóngurinn fyrir F8 átti líklega að hafa hann þar. Dómarsók tvöfaldar á línunni. Það er ónýja H2 en það lítur út fyrir að vera ansið hættulegt að grípa það peð og ákveða að gera það ekki. Leikur úr E6. Nú hóttar hann mátt í einum. Það var ekki H8, hann hrókur fyrir tilbaka. Nú eru drottningin að harfa aftur og Hilmir endur tekur stöðuna. Já, Hilmir svona nánast byggði jafntefli. Ok, og erum við að fara að sjá þráleik hér eða hvað? Nei. Fyrir F3, nei. Alexander metur sína stöðu betri og ætlar ekki að taka jafntefli. Leppar þarna, já hvert fer hann núna? Finnur hann eindrætti viðbót á G4, ég veit það ekki. Ef hann leikur drottning E2 þá getur svartur krafst jafnteflis eftir hrókur E6. Hann fer á D3, finnur nýja reit. Skilur eftirpeðið eftir, þorir Hilmir að taka það? Ég skal ekki segja. Drottningin getur verið að fara inn á H7. Já, og tekur á eftir þá kemur drottning H7 kannski. Þetta er óþægilegur. Já. Hann rekur riddarann og reit sem ég vildi nú bara setja hann á hvort þið hann. Já, valda sko D7 sem getur skipt máli ef að kóngurinn þarf að leggja flotta. Nú er drottning H7 óþægilegur. Tekur þennan reit, getur líka landa gafli hérna. Drottning H7 er óþægilegur. Já. Getur ekki tekið F2 út af því held ég, út af drottning H7. Leikur G4. Já, hann á alltaf hrókur H6 eftir drottning H7, já. Já, verður að halda hróknum hennar á 7. Það sem hann fóð svona óvænt á hann. Og riddari C4 fórnar öðru peði til, tekur síðan á F2, ok. En nú sjáum við
veikleika á F7 og riddari E6 svona vofir yfir, til dæmis Hrókutur H2 þá var riddari E6 gaffall. Já, og máta á F7-réttnum. Ætla hann verði ekki að drepa á F1 og leika biskup finnur 6, en helga Hrókur F3. Ok, en má ekki bara drepa þetta og eldast þetta P á eins og hann gerir? Hilmir, hans veika von felst í betri tíma en ég held að það dugi ekki til. Býr til góða flóttaleið hérna fyrir kongin og A2. Hrókutur F3 ekki boðið út að drottning D1 skák, nú þarf hann aðeins að vanda sig. Já. Leikur drottning C2. Gefur D4 P þá. Býta nú við, akkur má hann ekki taka það? Hann tekur það. Var ekki Alexander aðeins að mistega sig? Jú, hann hristir hausinn. Já. Hann hristir hausinn, ekki sáttur. Og nú er kannski tíminn loksins að kosta hann. Og hann má hann taka C6? Nei. Býta hann, næstu fallan tíma, drottning C3. Svartum á mögulega að taka C3 og taka A3, en ákveður að halda drottningunum inn á. Drottning DF, nei, býta nú við. Það fellur eftir P. Nú er tíminn komið niður hjá Hilmi. Þetta verður þvílík barátta. Hrókutur A3, Sleppur samt. Hann sleppur, já hann er samt bara Tólett, sko. Það er jæmt á P-ður. Sasha hristir bara hausinn. Þetta er ótrúlegt. Mista af þessu en þetta kostar hann ekki neitt. Ótrúlegt. Sá maður mátti ekki drepa, P-ður var leppur. Riddari D4 hefur ágætt tilraun. Þar sem Hrókur C7 riddari E6 hefur unnið on the spot. On the spot, já. En nú er riddarinn á leiðinni kannski Já. Er þetta ekki aðeins þægilega að kvita hann riddarinn fyrir C4? Já. Ég held samt að þetta sé mjög athyglisvert, en ég myndi frekar hafa kvitt út af riddarinn. Já, riddarinn býður upp á eins og möguleika svona sem að... Riddari E5, var það ekki leikur? Riddari E5 og hóttar að skáka D7 og mistar hann ekki á honum? Þetta er Hrókutur F6. Hrókutur F6, ok, þetta vinnur mann líka. Hann vinnur mann. Þeir fóru í aðtöfli, já, Sasha glottir þarna. Hann veit að þetta var hörkuskák og hann hafði smá heppni með sér, eða svona, ekki heppni, við skulum kalla þetta svona stríðsgæfu. Stríðsgæfaðið mitt, heppnin fylgir þeim góðu oft. Já. Og það er það sem Alexander hefur sýnt hérna, það sem af er ótrúlega barátta. Hrókutur F6, já. Hann er að taka þessa. Já, þetta er magnað. En einu sinni ótrúlega segla hjá Alexander og já, hann er þá að fara í 3,5. 1,5 2 vinninga forskot, vantar 2 vinninga viðbót. Og Hilmir gefur. Vá. Alexander er með þarna Dexter sem prófílmynd. Einmitt. Gömnum þáttum sem voru miklu uppaldi á mér og fleirum. Þá eru komnir í 7. einvígiskákina og hún er, skal ég segja þér, í boði ljósleiðarans. Já. Eins af styrktaraðalum mótsins. Og 3,5, 1,5. Nú þarf Hilmir... Já, nú þarf hann einhverja ljósleiðara tengingu í heilanum. Heldur betur. Til að reikna allt saman rétt. Heldur betur. Og hvað er þetta afbrigði? Býttu nú við. Einhvers konar ítalski leikur og skoskt bragð, en biskupinn bakka á B6 mjög snemma. Hann er aftur að leita í svona hvasst afbrigði, fórna peði. Svolítið að klekkja á Alexander. Riddari A5 er það sem ég er að hugsa núna. Já. Hvað er að gerast? Var ekki þess vegna sem hann var svolítið hissan, hann Sasha? Já, hann setti upp svona eitt augnabliks glott, nei, svona eina grettu svona. Svona eitt svona spurningamerkis grettu. Býttu má þetta? Býttu Riddari A5, biskupinn F7, kongur F8. Það var erfitt að... Drottning D5, riddari finnur 6, kallin af. Þannig að... Það var það sem ég hugsaði. Já. Kannski er Hilmir með eitthvað töfrabröð upp í erminni hér. Er hann með eitthvað... Ég get ekki séð að hann geti skotið inn biskup G5 á einu tímapunkti. Já, hann tekur áskorunni. Það tók hann dágóðan tíma, en ég held að þetta sé bara rétt. Já, Alexander hefur ekki verið feiminn við að nýta tíma vel í byrjuninni. Hingað til. Drottning A4 skák og biskup D7. Já, það redda sér svona. Það er ekki með sér biskupi fyrir hérna riddaran. Það hefði verið slæmt, en ég sé nú ekki... Þetta er ekki það sem að hvítu vill. Þetta sé einhver gambitur sem að er að fara að gera eitthvað gott mót. Og þó.
Svartur tekur að C3 og kemur riddarinn út og við fáum smá tíma. En það leikur C6 og svo C5, já. Athyglisvert. Ég ætlaði að segja eftir C6 að þá er riddarinn á A5 svolítið svona út af þekju. Já, en með þessum hætti þá valdir að D4 peðið sitt. Já. Geti kannski bara dreipið núna. Hann dreipur á B5 og hvað er tími? Nei, hann er ekki drókn D7, drókningin hörvar. Já, hann ætlaði bara að valda þetta D4 peð. Já, mér finnst að hafa umframpeðið þarna. Og þessi tvípeð, þá er það nú umframpeð. Og hjálpar ekki hvítum að koma riddarinn út með að dreipa C3. Hvítur oft þegar hann fórna peðið, þá vill hann fá liðskipan en hérna kennst riddarinn ekki á C3, þannig að ég held að þetta sé fínt í svörtum. Og líklegast örlítið misjafn hjá hvítum. Sammála því. En engan veginn búið. Nú geti verið sterkt fyrir svartan að ná að hróka fljótlega, koma að riddarinn á C6 og kannski ná að leika A-peðinu til þess að búið til flottar eitt fyrir biskupinn ef það þarf. Hvítur þarf að vinna þetta D4-peð með góðu. Já, það er ekkert auðvelt að... Hróku D1, B3, já, kannlega B4. Drastisk ákvörðun, já. Aggressív ákvörðun. Hróku B1, já. Ok, nú biskup C3 og hróku D7. Já, svo á móti saman tíma. Biskup C5 lítur það að vera leikurinn. Já, ef hann hefði farið með biskupin hér þá hefði komið drepið og biskupin á C3 hefði ekki valdað þennar reitt. E5, og tefla þetta krafti. En hann er tveim peðmundir. Nú eftir D5 það kemur kannski riddari D6 skák. Já, en hann ákveður að hróka. Og hvað er að gerast hér? Og riddari C6 núna eða hvað? Riddari C6 valda D4-peðið, ætla svo að vinna D6-peðið. En biskup F4 er einnig bara valda, hann ákveður að taka. Og erum við þá bara að fá... Og er það bara með umframpeðið á D? Já, fórstu við það sem að... D-línunni. Hann tekur að D6 og B7. Já, við höngum peðið yfir. Kannski ágætis ákveður svona í ljósi stöðunar. Hann kannski metur að þannig að það sé erfitt að tapa þessu. Já. Með þetta umframpeð. Það hvítið þarf að skipta upp á svo mikið af mönnum. Þannig að Hilmir greinilega ætlar að reyna að vinna. Hann heldur mönnum minna á. En er tveim peðmundir. Já, ekkit. Það er nokkuð við sem að tölvurinn gefa honum ekki fullar bætur hérna í þessari stöðu. Nei. En hugmyndin náttúrulega með þessu leik er að valda A3-ritin, drepar á D6, biskup A3 eða sveiflar þá hróknum yfir á hittin og H. Býtum maður ekki drepa á D6 og biskup A3 og Sassa. Já, hann leik bara á sér. Herðu, þetta er... Hvað var Hilmir að segja? Já, hann sagði eitthvað... Örgulega eitthvað dönsku. Já, eitthvað vel valin orða dönsku. Sýndist það? Hvítur er að vinna lið hérna og Hilmir að koma sér aftur inn í einvíðið. Já. Vá. Aðtöfum þó. Hann er með slatta peðum upp í þetta en ég held að þetta dugir nú ekki til. Hristir hausinu, ekki sáttur maður. Já, þetta er rétt hjá þér, Alexander, þú legst ítlaðir hana Lóristöðu. Já. Kann smá í rússnesku? Nei. Eða ukrainsku. Passa að hafa það rétt. Já. D2, nei, biskup A5 bara. Já, það er ekkert að gerast það. Já, hróku D3. Allendu kontról á Hilmi og... Minkamunin í 1. Þetta var kannski besta stöðunni fyrir einvíð ef að Alexander hafði unnið þessi skák eins og stemdi í þá var hann komin 3 minningum yfir og einvíð nánast búið. En nú er þetta orðið hörka einvíð. Alexander, svona aðeins þetta tíma líðið þarna og samna kröftum og næri einbindingu fyrir næstu skák þegar fara að hratta stað. 7. einvíðskákin og það er enskur leikur. 3,5 2,5 fyrir Alexander sem stýri hvítamönnunum. Hefur verið spáðir. Ég hef séð Hilmi tefla svona áður með drottning B6 í einhverjum rúluskauta tilfæringum hérna. Það er ýmsið leikið fyrir hvítan. Gunnar 3, Ari 3. Held að biskup F4 þessu líka leikur hérna. Leikur A3, það er svona. Það er leikur. Vaðið fyrir neðan sig, Hilmir virðist verið að muni eitthvað. Já. Það er inn í myndinni fyrir svartan að leika D5 einhverjum tímapunkti og fá þá stakt peð. Það er svo mikið hreyfing á Hilmi að hérna vefmyndavelin á í stökustu vandræði með hann á fókus á hann. Þetta er inn út á fókus.
Dróning C7, já. Það svona inn í myndinni fyrir hvítan að fórna C-peðinu. Já. Í þessum stöðum út. Þetta er E5 til dæmis. Já, geti jafnvel bara leikið E4 og lyft honum að hýrða peðið á C4. Og fljótur út með mennina eftir. Já. Sérstaklega ef svartur drepur á C4 með drottningu, þá getur hvítur bara leikið biskup eitthvað sem trók á C1 og fær alveg ansi góða bætur. Það er svona Smith-Morra bætur, ef mann tengja við það. En A6, Hilmir hefur vaðið fyrir neða sig. Eina vandamál svart kannski í þessar stöðu er biskupin og C8. Spurning hvert hann ætlar. Já, hann er aðeins þarf að bíða á þetta. Það er svolítið að hann komist inn í skákina. Svartur fer ekki langt með peðin sín. Hann er svona bíður á þetta. Þetta er svona traust en svolítið passíft. Já, vandinn líka, já, hvað hann drepur þetta bara. Ok. Ég átti nú ekki vonað hér enda, verðið ekki. Nei. En hvað ætlar hann að gera núna? Ætlar hann að biskupin að B2 eða ætlar hann að reyna eitthvað að pota á hann á E3 og F4? Ég held biskup F4 sé nú bara að svara með E5. Já, ég held það. Og E5 ekkert sérstælt vandamál fyrir svartan held ég að því að það veikir enga reyti. Já. Ekki D5 reytin eins og oft í þessum eðastrútur. Já. Þetta er svona fyrsta mótlæti hjá Alexander í innvíðinu. Þannig að spurning hvernig hann bregst við. Hann var svona eitthvað aðeins eins og hann var ekki alveg búin að jafna þessu á þessu. Já. Fannst mér hana. F5 kemur samt. Það var eitthvað svona aðeins að blása. Dróning C2 já, stoppa biskup F5. Biskupi getur farið hérna í smá hringekju sem er sínst alltaf að gera. Biskup G4, H5, G6. Já, skynsamlega gert. Þetta er svona kannski örlítið betra á hvítan. Já. Það er þægilega. Ekkert alvarlegt held ég. En nú er spurningi á ef svartur drepur þetta, hann gerir það ekki. Getur verið að fá eftir svona hverja tæknilega stöðu. Já, ekki biskup E4 leikurinn hérna. Hann leikur E4, já. Ok, hann telur að þessi biskup verið passjáður en hans eigin í framtíðinni og svartur er ekki sammála. Lagar hann hérna og setur hann H5. Já. Ég er inn í myndinni fyrir hvítan að tefla upp á þennan biskup, ef ég ætla að segja F3 og maður réttur er svona biskupar kallaðir slavneskir biskupar. Já. Það er einhverjum afbrigðum að þarnarsku verðinni gamla. Já. Það sem þessi biskupar G6 er svolítið grafið niður að hvítu peðunum. En það er átt að losa sig eftir F6, biskup F7, eitthvað svoleiðis í framtíðinni. Ja, þetta er drepið, já. Þetta verður kaup. Og það er spurning hvor heldur délíunni. Já, nú vil það fara með biskupin á C5, má ég leika B4. Hann leikur hér allavega. Já, og þá F6. Já, og nú er hann að koma F7 þessi biskup, hann er að vakna til lífsins. Hvítir nú ekki að tefla mótunum. Þetta er svona örlítið þrengta tafl fyrir svartan en hann virðist hafa ágæta stjórn á þessu samt. Já. Potar í þetta peð á C4 næst vantarlega. Já, spilum hvað takk ég bara línuna núna. Dróning D7, er það ekki leikurinn? Það myndi ég halda, já. Ok, hann tekur hann á D6. Býtu, það er hún í F3, ekki? Jú. Dróning B3, býtu. Dróning B3 á C5. Hann kemst á G4. Nei, hann getur tekið E4 og... Nei, býtu. Býtu nú við. Ertu nú alveg... Nei! Já, ok, hann getur byrjað þessum líka. Alexander, sko, Ég held að hann leiki að sér og þetta er það sem við kallum bara heppni í stöðunni. Býtu, dróning B3. Já, vinnur biskupinn, en það komið eitthvað... Sá hann ekki, hann Hilmir? Já, það er algjörlega morgunljóst að Alexander leika sér peðinu á F3 og var heppinn að eiga þessa taktík í stöðunni. Já, þetta var... Að leika C5 og skáka biskupinn af. Við sjáum það bara á þeim báðum. Kæruleg sem er. Já. En... Skákin heldur áfram. Þetta er ekki alveg búið mann yfir, en slatta peðum hjá Hilmi og nú þarf hann aðeins að bara ná fókus aftur og halda fram að berjast. Já, spurning. Hann gæti alveg ná jafntefli hérna með góðri baráttu. Og líka enn og aftur, hann er með mikið tíma fórskot. Heldur betur. Dróning D3, hóttar svo sem engu, ætla bara að laga dróninguna, hafa hann til þess að sé 4. Já, einmitt. Stendur vel þar. Já, ég held að vandinn hjá svörtum hér sé að
Það er svona loftara eins og kóngina svo hvíturreitunum hérna. Já. Hvítin er að svona vopn búast á hvíturreitunum og þá og við svolítið yfir hérna veikleikar og jafnvel mátina afsjöu í einhverjum tilvíkum. Það er kannski aðeins að laga kóngin. Ég ætla nú að segja, er ekki einu möguleiki svart bara að það er nú samt ekkert vanlegt að skipta upp á drottningum hérna. En ég hrættur að komist hvítreita biskup hvíts í spilið þá er svartur mát mjög fljótt. Til dæmis geti ekki núna en það vill komast inn á C4 en eins og þá þessi biskup hérna bakvið og ný. Þannig að það er aðeins að bíða leika drang C8 eina 7 og nú onni hann á E4 reyndar og erfitt að valda biskupinn nema með kóngnum en skiptir það máli. Ég skal ekki segja erfitt átt að segja þessu. Bitunum við kóngur F8. Nú er reyndar ekki Jóni lengur á C3 og svo við endur þessa hérna og flippa. Já, þeir eru að endurtaka stöðuna þarna aðeins. Alexander ná sér örlítið meiri tíma til þess að meta þetta, biskup C4. Nú var hægt. Bitu, drang C4 endurtaka bara stöðuna, biskup þarf að fara aftur á E2. Þetta er orðið ansi mikið að peðum, hann getur nú alveg náðu jafntefli hérna, Hilmir. Ég held að einu möguleiki sé hvort að Alexander ná að ógna kongnum hjá Hilmi. Mitt. Ég myndi bara leika dronning E4 bara strax og láta hvíta finna einhverja hugmynd. Já. Hann leikur A4 og hann vil halda peðinu þarna. Biskutur bara E5 með það leikur, eða varðarleikur. Það er kannski alveg hættulegt þetta. Nei, þetta peð er ekkert hættulegt, við stoppum alltaf hvíturinn. Já, biskutur. Er hann bara að taka jafnteflinu? Ok. Já, ok. Já. Það var kannski orðið skynsamlegast í stöðunni. En já, þetta var enda fín baráttu hjá Hilmi og svona aðeins verið að falla með hann núna í síðustu tveimur. Einmitt. Staðan orðin 4-3. Það vinnur hérna, hratt á vinning hérna í það síðustu skák og náða að bjarga töputabli. Þannig kemur Finnur 4. Leitar í smiðju Henrik Danielsen. Sem var mikið fyrir F4. Einmitt. Sem heitir nú Birds Opening, eða Fuglabyrjunin. En hann kallaði, kerfið eins og hann teldi að kallaði hann reyndar The Polar Bear System. Já, einmitt. En þá kannski bara biskupinn, hvítreita biskup hvíts á Gunnar 2. Já, þá hefur hann svona svo kallað Leningrad uppstillingum með skiptu litum. Þetta meir í anda sem sagt byrjan eins og hún var uppalega telt. Einmitt. Af börn og fleirum. Hvítur með góð tök á F5-reitnum en ekki mörg peð á miðborðinu og þarna tefnir svolítið upp á hann F5-reitið mitt. Gæti verið hótun hjá sortum að hörfa með rittarna á F6 og setja pressu á rittarna í F5. Alexander gretti sig. Hann er ekki alveg sammála síðasta leik Hilmis, drottning 1-1. Ok. Hvað gerist núna ef hann leikur einmitt? Hann leikur þetta D7, setja miklu pressu á rittaran. Verð ég að leika D4 núna eða? Ég var reyndar að meira hugsa rittari E8 þannig að E7 væri valdað. En já, hann hefði kannski getað, ég skal ekki segja. Hann leikur D4. Hún gæti svartur unni peð á C2. Tekið með C-rittaran með F5. Tekið á C2, kannski svolítið varasamt. Þannig að hann fer ekki í það. Leikur F6, já. Við erum í 8. skákinni. Alexander Domalchuk leiðir hérna 4-3 í spennandi einvígi. Ég veit ekki hvað Hilmir er að hlusta á. Mig grunnar að ég vil ekki hlusta á það. Ég veit. Ok, hann er svona aðeins styttra milli tíminu núna með við oft áður en enn og aftur er Hilmir þó með betri tíma. Er að detti í svona hálfa mínútu. Prókur 1-8 hafi verið tverið eins og Alexander sé að undirbúa E5. Allir menn hans valda E5-reiti. Einmitt. Virkar svona eins og lógísk hugmynd að leika E5. Sama skapi er hann búin að leika F6 þannig að kóngstæðan hans getur orðið svona smá
smá veik. En hvað er að gerast hérna við leik bara F5 núna? Tekið. Þetta tekur. Það er nú eitthvað leppun þarna, drottningin og Sési og Róni til dæmis. Já. Áhugaður á flækju. Nei, já. En ég held samt að eftir að ég dreif með Riddar F5 í lokin, þá hóta ég kannski bara að leika Riddar F3, dreif á G3 og dreif á B2. Emitt. En hann leikur drottning B6. Og þetta er kannski ágætisleikur, fer úr þessari, leppun hérna sem að geti komið upp eða hann hefði leikið E5. Já, leppa hvítapeð á móti. Leppa sjálfur á móti og er kannski meira tilbúin núna að leika E5. Hugsa Hilmir leikir bara drottning F2. Það er rétt hjá þér. Nú þarf Hilmir að koma Riddarum á B1 út. Já. Sem fyrst. Þessi hérna. Virkja mennina út með liðið býtir hrókur F. Ok, já. Aftur hann leika E5 og nú er hann búin að stilla hróknum upp á móti drottningunni. Já, þetta verður svona smá dans í kringum hérna E5 leik hjá báðum. Nú er spurningin nei, biskup finnur 3, setur þetta P hérna á D5 og það er ekkert þægilegt að ég valda svona, ég verð líklega að leika E6 Já. En þá er ég ekkert að fara að leika E5 á næstunni en já hann ekki með riddarinn út eins og Björn var að biðja á hann þetta er D2 og sveimir þá ef þetta ekki verða bara hvað aðeins betra hann hjá Hilmi gæti fara að huga því að leika C4 einhvern tímann býð með það, setur hérna P og E6 og keðjan hjá svörtum er aðeins veik beðakeðjan, spurning hvort að hvernig við völdum E6 riddarinn er svolítið klunnulegur á B6 ekki reyta sig þegar kannski vilja hafa riddarinn á Finnst Alexander aðeins hafa orðið undir í síðustu leikjum? Já. Það er eins og hann sé ekki búinn að gera neitt uppbyggilegt á meðan Hilmir er búinn að klára sína liðskil. Algjörlega. Ef við spólum tilbaka 5 leiki þá er eins og Hvítur hafði bara fengið að leika svona 3-4 leikjum á þess að Svartur svaraði fyrir sig. H4, já. Ok, ekki fyrsta sem er datt í hug. Mátt hann ekki drepa á C2? Það kom ykkur riddari B4 og hann á D5. Já, hann var þetta ekki búin að leika B6 þá, þannig að riddari B4 þá var hann á B2 líka. Já, mér fannst þetta C2 B4, já, hann tekur hann núna. Hrókur 1-3. Hótar hrókur C. Nú hótar hrókur C, nú er drottningin enga reyti eftir þennan. Það var hægt að mennta hugmyndin hjá honum. Ok, Hvítur eru komið með svolítið frumkvæði fyrir peðið. Já, ég var reynd að hugsa þetta. Hrókur C, hann ætla bara að drepa D3 og hérna fá hrók og biskup fyrir drottninguna. Athyglisverð ákvörðun. Kannski svona praktisk ákvörðun. Já, praktisk ákvörðun fær svona E4-reitin. Já, hann fær nú nokkra auðvitað leiki núna í röð, tekur. Þetta er kannski, já, góð ákvörðun í ljósi tímans sem hann á eftir. Mitt. Það er eins og þú nefndu Björn að þá er auðvitað fyrir hann að leika núna. Já, ef að hann heldur valdi á E6 peðinu. Riddari C6 kemur næst, setur á D4 peði. Biskupin getur farað á E4. Riddarinn getur hoppað á F6 og G4 eða. Já. Það er ímislegt býtur nú við. Nú hrókur Erum við reytarlusir hérna eða hvað? Já. Gæti ég ekki fara F6, neða biskup E7, já. Ok, þetta er nú smá babbi bátinn hjá Alexander. En þannig að Alexander sé ekkert að hugsa liðsmörun hérna, hann er að halda mörunum sínum virkum. Já. En ok, við tekum F7, ég tek með kóng til að geta að leggja riddari C6. Eða hvað? Svo kemur riddarinn á F6 og... Hann vill ekki drepa hann hrók strax. Nei, þetta er nokkuð óvinnulegt hjá þeim félögum núna. Já. Og riddari C6 hótar biskup með D4. Gæti til dæmis að biskup B2 gerir það. Og hann tók ekki hrókinn, mér þóttu þetta svona, já. Athyglisverð ákvörðun, ég er ekkert endilega sammála þessu. Nú getur svarti riddarinn kannski fara á B4 og svo D5. Reynda að planta sér hér. Já, hann heldur góðum tökum á þessu. Er Alexander enn eina ferðina að bjarga sér vandræðum? Já, gerði þetta, já. Hrókudröpur, riddarinn E6. Ok, hrókudröpur D5 og hvað er gerast? Hrókudröpur þá kemur D5 gaffall, hann leikur riddarinn finnur 6, já. Ég enda að drepi og leikir D5. Já. Sassi var ekki sáttur.
Það var að koma með þetta. Ég held að hann hafi nefnilega verið komin langleina í að berga sér en átt hann ekki bara að drepa á S6 og ég meina þetta voru bara uppskipti. Já, einmitt. Þú veist, það hefði komið gaffall á D5, fórum hróknum og við fáum þetta peð aftur hann til að brytta hann. Það sýndist það. Og svartur ætti nú alveg verið lægi en núna er þetta ekki nógu gott. Við sjáum að menn svarts vinna illa sama rittir hann á D8 á enga góða riti. Einmitt. Hvítur lauma sér hann inn fyrir. Já, þeir eiga, hvorugur rittir hann á góða riti. Nú mætti hann, jú, hann má taka á A7. Þetta er ágætisleikur, nú getur hann ekki leikið rittar hann á F6 út af mátan á H8. Kannski ætti hann samt bara að taka peðið á A7 og hreinsa peðin á drottningavæng. Rittar geta verið lúmskir, gleymið því ekki og nú voru að leika fjallatíma. Já, fjallatíma. Herri, þá er bara jafn, takk fyrir, 4-4. Þetta er langmest spennandi eiming sem við fengið. Og Hilmir var hann gíraður, sko. Gíraður og víraður. Herru, hver er með hvít núna? Það er Alexander Domalchuk, 4-4. Og nú fara hluturinn aldrei þess að skipta máli. Heldur betur. Þannig við, þeir eru ekki alveg vissir hvort þeir eigi að byrja strax. 4-4. Gleymum því ekki að svo sem er fyrstur að fara yfir 5 vinninga vinnur NVið og það þýðir að þessi næsta skák er gríðarlega mikilvæg. Já. Þannig að Alexander Óliðar að láta að vita að þeir mega nú bara að byrja. Herri, þið þurfum nú aðeins að passa sig. Jú, hann er með hvitt, eða hvað? Fór þetta ekki stað? Nei, þetta er ekki rétt. Alexander á að hvitt. Hann var ekki á hvitt aftur. Jú, þeir, fæstuðu það. Þeir skilja þetta strákanir. Þeir skilja þetta strákanir, enda. Já. Sjáðu nokkur ekki fram með tíman. Hann er fælt að stað, Alexander með hvitt. Chuckster F10. Já. Menn sem að, Domalchuk er oft kallað Chuck. Eins og Ivanchuk oft kallað Chucky. Vasili Ivanchuk, einn af þekktari skákmönnum í heiminum. Það er riddari fyrir 3 og Gunnar 3. Já, hann hefur, þeir hafa báðir svolítið verið í þessu í svona til skiptis. En það fer að koma. Já, ég spáði D5, D4. Já. Við erum með svona grunnfeldsvörn. Já, grunnfeld svona fíal tjett og afbreyði. Já. Eins og það er að kalla það menn skásetta biskupir hérna G2 en Hilmir hefur aðra hugmyndir og leikur E5 og hér er svarað bræðið með 1-4. Þá er svartur að stilla upp í svona nokkuð skonar bótvinnik uppstillingu. Já, hann gæti sem sagt leikið D6 farið líklega skjótin í hása einhvern tímapunktur svo biskup E6 eða hann gæti gert það sem Hilmir gerir hérna leikur D5 og reynir að ná sér strax í rýmið. Tilbúnað. Þetta er eiginlega svona kóngsindur skvörd með skiptir litur núna. Já, einmitt. Og svartum mann og örgulega vel við unna. Þessi rittara mann til C2 er ekkert svona... Ekki með kraftmikil. Nei, ekki með kraftmikil. Já, Hilmir er eiginlega bara að fá yfir betra tafl, myndi maður halda. Já. Menn eru að fá mikið hérna fyrir peningin hérna í spennunni eða þeir sett á þetta ennum við á lengjunni. Það er ekki ljóst. Alls ekki ljóst hvað er að fara að gerast hérna. Heldur að sé einhver heima að naga neglurnar núna? Já, ég heyrði það mönnum sem voru að leggja. Já, ok. Og völdu Alexander. Ég var nú sammála að Hilmir væri líklegri en eins og þetta er núna þetta er algjörlega helmingslíkur, bara 50-50. Algjörlega. Ég held að við getum verið sammálað það. Þetta er bara 2 skákir. Verðum við kannski að setja smá líkur aftur á Hilmi því hann er nú með nokkuð góða stöð núna. Jafnvel töluvert betra. Og líka svona smá svona momentum. Já, algjörlega. Síðustu 3 skákir, 3-4 skákir hafa verið að falla með honum. Eftir að hafa verið 2 undir og með tapatafl. Það hefði þá lent 3 vinningum undir. Þessi stað snýra því við. Skiptir máli í hraðskákinni að fá smá svona meðbyr og sjálfströst. Já, algjörlega. A4, Alexander er
fer sér frekar hægt í byrjuninni og Hilmir búinn að virkja alla mennuna sína og gæti verið að fara að leika F5 einhver tíman. Betur á svartu stöðuna. Já. Það hefur haft svipaðar stöður með hvítu á móti Kongsviðdyrja. Þetta snýst svolítið það að svartur Hilmir hérna, hann á ekki að fara sér, hann á svona að taka það rólega. Einmitt, ekki þenni svo hratt. Ekki þenni svo hratt. Vissulega er planið ofta að þenni sem peðnum á Kongsvang, en við erum aðeins að passa hvenær við gerum það. Einmitt. Sýnst þetta reyndi að vera í fínu lagi núna. Smá kleifulegt hjá Alexander Drottningin að finna reynum, þetta svolítið passíft. Já, einmitt, þannig ekki með mikið rými hér. Og ekki mjög gagnlega leiki, það eins og það þurfa að fara að leika leiki með svo Biskup C, eitthvað slíkt, bara svona til að halda í horfið. Já, einmitt. Kongur á 7, Hilmir heldur þessu öllu undir kontról. Já. Ég spá Biskup C. Ég er sannspár. Já, þetta er alveg svakalega þröngstaða hjá hvítum. Já, nú sem við hérna svo við fáum tíma rétt. Já, þannig við sjáum þetta frá sjónarhóli Hilmis. Já, sem er með, ekki það að höldum með honum, bara til að fá allt rétt. Og já, tíminn. Já, þess betur tími eins og venjulega hjá Hilmi. Já, einmitt. Og betur það. Klálega. Og það væri ansi stórt ef hann næði að vinna þessa skák. Og nægir hann jafntefli með hvítu í síðustu skákinni. A6, gælir við að leika B5, auka plássið þar. Já, þetta er mjög erfið stað hjá Alexander, en hann hefur verið ótrúlega segur í þessum skotgrafar hernaði að bíða á þetta og hérna taka sensana þegar koma. Heldur betur. Nú sjáum við að D3-peðið stendur í uppnámi og Hilmir heldur mönnunum inn á borðinu. Við tölum það fyrir kvöld að sá sem við þrengri stöðu hagnast af uppskiptum. Já, við sjáum alla þessa hvítu menn hérna í litlu rými. Það er svo erfitt að færa þessa menn og nú til dæmis, þar ég að leika þetta sétur, má ég það? Mér finnst þess að liggi eitthvað á loftinu, einhvers konar taktík fyrir svarta núna. Já. Sér endur ekki hvað. Kannski bara leikur eins og F4 og reyna bara nýta þessa leppun einhvern veginn hérna á þessari skálinu. Er þetta ekki bara ógeðslega leppun? Ef við bara drep til dæmis á D-num og hrókutur bara F4 eitthvað slíkt. Það kann gera þetta svona. Og þetta er H4. Þetta hangir á okkur bláþræði. Ok, hann er vinnur að skipta með henni. Já. Ok. Já, það váði alveg verið að vera einhver vandræði með þessa kalla í einhverju krippu þarna á litlu svæði. Þetta var mjög misjafn skák hjá Alexander. Hún sé vissulega ekki búin. Nei, langt að vera búin. Blæsi ekki byrjulega eins og er. Gæti sé fyrir sér eitthvað mótspil leið og Hvítaríðarbiskup Svarts fer út. Já, hann gæti fengið mótspil á Hvítaríðarum. Það gæti verið veikt peg hér, þetta peg gæti verið veikt GSS-peð og svo framvegis. Þannig að hann er ekki eins og áðan, hann liggur ekkert á að taka skiptamennin. Nei, hann er ekki farið mikið þessi hrókur á E2. Nei, þetta er eiginlega betri leppur heldur en áðan, sko. Já. En hvað gerir hvítur til að berjast í þessu? Þvingar hann þetta fram með riddari E3? Já, það er biskupinn getur með þess að fara á D3 og halda þessu öllu föstu áfram, sem hann vill. Já, riddari E3 og D3. Og nú er tíminn orðinn af skornum skamti hjá Alexander, hann leikur þessu, biskup D3 kemur. Já, hæl. Já, þetta er mjög óþægilegt. Já, þetta er alveg vonlegu stað að verjast líka með hennar tíma. Já. Hrókur D1. Ok, hvað gerir Hilmir? Ætlar hann bara að hanga á rýminu? Ekki taka skiptamuninn? Já, ég ætla að mynda að segja C4 bara. Tekur núna og nú tekur hann. Drottningi, já, hann fór úr leppurinn, þetta kom mjög hratt, drottningi E, náttarapan og nú kemur riddarinn á D3. Hleypur hún mikið neitt. Já. Neitt mótspil. Ok, Alexander ætla með riddarinn á D4 mögulega. Og þá kannski biskupinn á E3 að fá eitthvað svona smá haldi í stöðuna. Já, eitthvað andrými svona. Já, spurning hvort að Hilmir getur verið lúmskur á einhverju stað og reynda að valda hennan F5 reitt og fá vinna hennan riddara H4. Einmitt. Gerir það núna? Já,
þá verður hvítur að, já, ok. Já, rittarinn á D4 hefði valdið F-netin, slapp með það. Biskup E3. Það er tekið. Hangir á lífi einhvern veginn en þá. Já. En þessi rittar á D3 er svakalegur, það er óþægilegur, já, fyrir hvítan. Væga sagt, sko. Ekki tekið á B4 út af biskup D4 vantarlega. Einmitt. Þannig að hann sækir sér, það reynir sækir sér mótspila A-línunni. Hann er ekki líklega til að afreka. Myndi maður halda drókninguna 4, ok, smá pott hérna á Gunnar 6. Bakkar, já. Baka. Reynir svo kannski að pota eitthvað hérna hrókur A6, ég veit ekki. Já, já. Næst. Tíminn er líka komið niður í Helmi. Hérna, við getum verið að sjá eitthvað dramatist hérna, það sem úrslitin ráðast. Vá. Hrókur A6. Já, hann er alltaf farin að hóta einhverju. Smá pott. Rittar að kemur tilbaka. Ok. Tekið á B4. Onni á E4 líka. Er það ekki bara tekið á E4? Ég held að hann hafi mistað smá tækifæri þarna, Sasha, að taka bara E5 með biskup. Ok, nú getur skipt upp á öllu. Gríðarlega pressa hérna. Já. En hvað er að gerast núna? Þetta sleppur núna. Hann getur tekið á D4, drottninguna E3, já. Dettu út á þessa tíma hérna, kom inn aftur og það snúið við hérna svona. Hrókur sér 6. Hann ítir sér peðinu, já. Já, ég held til mig að fyrir aðdóndur Alexanders að það séu mikið að fara að bjarga þessari stöðu líka, eða hvað? Eða hvað? Maður veit aldrei þegar hann á í hlut. Hann gefst aldrei upp. Gast þetta upp á hann? Nei. Býtu nú við, gæti hann tekið á C3 bara og reynda að halda endaflinu? Já, hann gerir það. Tekið á C3, tekið á B6. En þetta er nú... Já, því að hrókur eins og virkir. Ef hann hefði nálega H4, það er smá vesinn. Hrókur F3, maður. Býtu, þannig að klóra biskup við G6, þetta er ekkert búið. Nei. Hvað er í gangi, maður? Hrókurinn sleppur út. Já, þetta var... Ekki sleppur hann eina fyrir enn. Er það grínast? Býtu, hvað er að gerast núna? How's possible? Já, kóngurinn sleppur. Það er Hilmir einskot að Hilmir hafi hennar hrókan og svörturreitu núna, sko, fari ekki að lenda ykkur gafli. Þetta er alls ekkert auðunnið. Krefst mikill tækni að vinna þetta. Já, kannski erfitt að gera með örfá sekundur eftir á klukkunni. Já. Hilmir samt með örlítið betri tíma. Kóngurinn kemur H3. Biskup F5 er kannski leikur. Svo bara kongur G4, það fyrir C2. Akkur vil hann bjóða upp á alltaf að leppa sig? Já, það er góð spurning. En við sjáum það að Hilmir passa sig á að hafa sem flesta menn á svörtum reitum. Já. Allavega kónginn, þannig að það er engin brögð í tabli enn sem komið er. H5, skák, tilbaka. Maður sér nú ekkert mátnett eða neitt slíkt. Nei. En Hilmir er ekki að finna neinar sérstaklega leiði til að bæta stöðuna. Það er rétt. Og ef hann reynir að virkja F6-hrókina, þá getur Alexander alltaf afleppa sig með því að skáka á F5 og færa svo biskupinn. Þannig að hvernig alltaf hvítur, afsækja svartur að auka pressuna. Ok, hrókur G7 var hótun hana. Kongur G7. Það er ekki eitthvað aðeins að laga stöðuna. G4, byttu nú við. Hvað er leik hrókur H2? Nei, F2 segi, var það ekki ykkur leiðindi máthátun? Já, það eru máthugmyndir í gangi. Hrókur F6 skák, hrókur G6 skák. Já, en biskup F5. Vá, þetta er ótrúlega. Hvernig næri hann alltaf að hanga, maður? Ég vissum þetta að tapa bara rétt á það. Jesús góður. Kongur F6, er hann sko, biskup og kongur móti hrók er í jafntefli. Það er auka peð þarna og hann er í réttu horni. Hann má bara tapa peðinu og fara í horni, sko. Einmitt. Hann getur svo að ef hann kemur kongnum sinum í dökka hornið þá getur biskupin varið kongi mjög vel á hvítureitunum. Einn er að, ég myndum bara jafnvel leika og hann leikur hana. Já. Þetta er jafntefli, maður. Vá. Hvernig næra jafntefli? Aftur, fyrsta skákin og þessi, hvað 9. Ef hann vinnur Davey, þá er þetta algjörlega lykillinn. Það tap ekki tveimur gjörtöpum stöðum, sko. Algjörlega. Já, það er engin leið að vinna þetta nema alveg leiki illa af sér. Já, það er leikið sem át, það leikur bara kongur Hási núna. Biskup G6 stögi til. Já, það er lítið hægt að gera til að komast í gegnum þetta. Það er í sötturum. Já.
Nú kongurinn laus allra mála. Já, og við ekki mategla því hann má tapa þessu GP-ið. Vá, já, ég held ég fara nú bara að semja fljótlega þegar Hilmir búinn að jafna sig á því að hafa klúrað þessu? Já. Já, hann getur ekki verið sáttur. Ég veit ekki að ég var svo djúpt sokkinn í stöðuna, ég bara tók ekki eftir hérna viðbröðum leikmanna hérna. Já, Hilmir hrista aðeins hausinn á það. Já. En ótrúlegt. Já, þetta nú það auðvelt jafntefli að hérna. Ég trúi nú ekki að þeir reynir mikið meira. Já, ok. Þetta var kannski óþarri, hann geta máslipa hann að drepa hásið sem pappa. Það er rosalegt. Herðu, úrslita skákin, 4,5. Vá. Þetta er í rauninni fyrsta Armageddon skákin, má segja. Já, það er... Ef annar vinnur hérna, þá nú telpir hann Polar Bear System. Já, og það er Hilmir sem að stýrir hvítamönnunum núna. Og við vorum aðeins að tala um þetta afbrigði áðan. Þetta er eitthvað sem Henrik Danielsen kom á kortið. Já, hann hefur venilega rittar svona A3 í þessum línum. Einmitt. Og þetta er svona hollensk vörn með skiptumlitum, hann svona hugmyndin. En já, svartur með mjög tröstastöðu. Þeir með peði. Opnar F-lýruna, geta eitthvað nýtt sér það. Reynir að búa til svona dýnamisk færi. Þetta er kannski athyglisvert. Athyglisvert hugmynd. Þetta er komið með tíð og tíma. Drókn ekki G4 og reynd svona að fara í ykkur svona Grand Prix ára á senna. Einmitt. Hann leikur Hókur F8. Hann ætla ekki reynilega að leika F6 sko. Óþægilega riddari G5 svona hugmyndir sem að... D4 já. Þetta er svona hugmynd, já. Ég man eftir að Henrik sýndi mér svona aðbrigði þessu stíli mitt þar sem að hvítur næri sér peð og næri leika D4 og stendur nokkuð vel. Ég held að hvítur standi betur hérna, ég held að það sé ekki... Já, ég ætla að segja, er hugmynd fyrir hvítan að falast eftir uppskiptum með biskup H6. Já. Mögulega. Kannski bara halda pressunni og nota F-lýruna. Já, sjáum að Alexander tekur ekki neina ákvörðu með peðin hann að E og F-peð, hreyfi hvorugt. Einmitt. E-peð vantar veikir þessar svörtur eitt og mikið og hann er svona, vill helst ekki leika F6 nema þurfa, held ég. En gæti þurft að leika eitt hjá hann. Þetta er nú kannski ekki biskup sem að svartu vill drepa og hleypa drottningur á H6. Við sjáum að þá var riddari tilbúin að koma hann að G5. Allir hvítu menni svona. Já, hann leikur Dett í sóluna, F6 já. Hlýtur að hafa verið svona skynsami leikur í ljósastöðun. Það voru auðveldi leikir á hvítum að koma Rókur A til F1 og framvegis. Og svo framvegis. Tíminn, já, aðeins betri hjá Hilmi og þetta er bara úrslita skák. Ef annar vinnur þessu skák, þá er hann komin áfram. Það er ekkert flóknar en það. Nei, það er ekki flóknar en það, maður. Já, þetta er alveg klárlega mest spennandi einvið sem við hefum fengið í þessari keppni. Já, heldur betur. Alveg ótrúlega jafnt. Og hvað er að gerast hér eftir? Og sveiflur í þessu líka, sko. Heldur betur. Eftir eftirbreyfi er hann að fara að drepa með peði eða hvað er hann að spá? Ok, hann vill ekki drepa. 1,6 vill ekki drepa, nei. Líklega skynsamlegt. En nú eiginlega hótar hann drepa, kemur ekki eitthvað leikur núna, drottning. Ég er drottning E3 leikur. Ég hvítur aðeins að passa sig. Já. E3. H6. Já. Þannig að leika G5 bara. Var hann ekki valda bara G5 reytin svo hann fá G5? Já, jú. Svo hann geti dreipið með góða á hans að fá riddara G5 á sig, það er rétt. Já, það var einmitt eftir að byrja með riddara G5 og nýja F7, það var eitthvað svoleiðis sem það sem var að spá. Já, frekar en að fara að leika G5, það er svolítið glannarlegt, ekki alveg í stíl Alexanders. Nú er spurning hvort að Hilmir ná eitthvað að nýta þessa tvöföldun á F-lýrunni. Já, mér finnst þess að þetta hljóti nú að vera í einhverju jafnvægi eins og er. Já. Alexander virkar svolítið stressaður. Já, er ekki bara Rókur C til E8 með hugmyndin drottning E3 á svona eðlileg hugmynd eða hvað hann er? Er þetta Róni á D5 þá? Já, svakalega spennandi núna og Hilmir enn og aftur komið með betri tíma. Ekki auðvitað að finna, hann leikur F5 já.
Var ekki auðvitað að finna svona hvernig svartur á að tefla stöðuna? Gunnar 4. Já. Wow. Ok, drepið á drepur hann F8 að fellu peðið á H6. Hann leikur dróning finnur 6. Og hér hvað er að gerast? Það er Ronja H4. Ef reyndar F3 ætlar hann vantilega að drepa á þá kemur reyndar E5 já og valda D4 peðið Hóttur að fara inn á F7. Er F4 núna óglannalegt? Mögulega og líklega. Nei, kannski alltaf bara F4, eða hvað? Það er nú samt smá vesen á þessar línu, mögulega. Já, það er pressa á svörstu stöðinni. Næran að leysa hana. Ég er samanlega þegar eftir upp G4 kemur líklega ekki til grein út á riddari E5. Já, mér sýnst það. Þannig að það myndi vantilega ekki leifa getur upp F5, þannig að ég held að F4 sé bara alltaf í einu leikurinn í stöðunni. Leikur því. Og hvað er að gerast þetta? Það er nú það. Ef svartun er að valda þetta með G5, þá er hann þó ekki bara hvort er ég að taka yfir stöðuna. Hann leikur E1 vill halda dýnamíkinu af línunni og leikur E3. Og við riddar E5 yfir. Drólingin fyrir E7. Hann ekki bara taka þetta og leika riddar E5? Jú, það er svona... Hittu nú við. En getur samt ekki... Get ég þá tekið F2 og líka hrókur að fæta og sleppið eitthvað? Já. Hann vil halda drotningum inn á, það er svona hans stíl. Já, einmitt. Hendur svona smá pressu á kongsvagnum. Tíminn hjá Sasha. Enninu fer hana. Er þetta í það að vera mínútu undir núna? Hvert fer drotningin? Vá. Spennan er alltaf því óbærileg. Hver er sterkar á svellinu núna í úrslitaskák? Alveg þetta komin undir 20 sekundar. Þetta verður erfitt með þann tíma. Er komin tími á að leika riddar E5? Kannski. Ég held það. Verður Ronja á D5 í kjölfarið. Hvítur aðeins virkari. Og dreipur kemur á F-línuna sjálfur. Er ekki Alexander að redda sér hér? Mjögulega kannski. Er Ronja á D4? Hvað er að gerast? Akkur er ekki Ronja á D4? Það er Ronja á D4. Einhver á E5? Og skakar á C5? Nei, þá er hún á D5. Ok, kannski var eitthvað drottning B2 leikur skálinan. Já, eitthvað viss. Jájá, skal ekki það segja. Hann velur svona allavega svona öruggari kostinn og er búin að ná að skipta upp á nokkrum mönnum. H3 hrókur F7. Það var útrúlega varnarsekla í drengnum maður. Ég hugsa að ég hefði fyrir löngu orðið mát þarna og í öðrum skákum sem ég meina, síðasta skák bara hvað rugl á það sko. Já. Ok, hvítur með... E5 er ekki með nægilegt mótspil núna. Hvítur með smá pressu en svartur traustur sem áður. Og þeir fara hérna fram og tilbaka. Gæti komið hrókur D7. Já. Hvernig bæti hvítur stöðuna? Ég held að sé má veka kóng til að reyna of mikið. Já, einmitt. Ég held að þetta hljóta yfir jafnvægi. Hvítur hefur svona, hvað ég að segja, svona sjónrænt betri blöðunum, hann með aðeins meira rými og einhverja blokkeringu, en hvernig ætlar hann að bæta stöðuna? Til dæmis svona verra hann að valda þetta peð aftur. Og Sasha, já, ok, hann er svona aðeins, sína kannski smá, smá ambition með því að leika G5 og virka hérna hrókarna. En var hann að taka stórt upp þessi hana? Ég held að vera hörvar núna hrókur F7, er það ekki öruggast? Jó, hann gerir það. Skynsamur. Má ég leika... Nei, biskup E4 og mikið. Erum við að detti í Armageddonskák, mér sýnist það? Ég held það. Það er mjög erfitt að finna plan, þannig ég held bara að Hilmi sætti sig. Hvað er hann að segja? Er semjaðar Armageddon maður? 5-5 og við ætlum, Ingvar, að taka örstuðlíða og leifa þessum ágættu hörmönnum að ná andanum. Aðeins að ná púlsunum niður. Og svo komum við eftir skamastund með bráðabannskák sem sker... Fyrsta Armageddonskákin hjá okkur á þessum móti. Magnað. Sjáumst eftir örskamastund, kæra áhorfendur.
Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferð þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Robbie calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skóra! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
enn aftur, kæra áhorfendur, við erum að gera okkur klár hér fyrir bráðabannaskák við Hilmis Freys Heimissonar og Alexander Domatjúk. Ingvar, ótrúlega spenna hér. Ég veit ekki hvað er spenntari keppendur að ég er bara, veit ekki hvernig maður á að haga sér sko. Við erum að fá Armageddon, sem fyrir hvernig fram? Já, þetta er nefnilega mjög sérstakt fyrirkomulag. Til þess að skera úr sigurvegara í þessu einvígi, þá teflum við bara eina skák og hvítur fær 5 mínútur en svartur fær 4 mínútur en hvítur verður að vinna skákina. Svartur dugar jafntefli til þess að vinna. Og það er Hilmir Freyr Heimisson sem að dró hvítt, ekki satt? Það er rétt. Þannig að hann fær meiri tíma og hvítumæruna en verður að vinna. Svartur næði jafntefli. Svartur næði jafntefli. Þannig að ef Alexander næri jafntefli með svörtu þá vinnur hann einvígið og sjálfsögur líka ef hann vinnur skákina. Já, og með að við eins og hann hefur verið að verjast þá hefur hann verið að ná útrúna jafntöflum. Já, það verður með það sem ég var að hugsa að þetta geti hentað hann ágætlega að fá svart í. Þeir byrja núna eftir það byrja mínútu. Já. Og þar sem að við erum ekki með skáklukku eftir á netinu þá þurfum við að fara smá svona krokkhalið. Til þess að fá upp bráðabannatíman. Já, til að minka þess tíman mínútu. Þá verður svartur einfallega að bíða eftir að hann leikur fyrsta leiknum. Þannig við kannski ræðum svona aðeins svona strategíuna og já, hver er líklegri svona þegar þar að kemur? Já, einmitt. Það spurning hvað Hilmir gerir, hann er búin að leika F4 núna 2 skákir í röð. Mér fannst hann að fá ágætisfæri í þessari skák. Já, hann gerði það sko. Spurning hvort hann endurtæki þann leik. Já, þetta er líka... Hann gerir það, finnir 4. Þetta er líka svolítið öðruvísi vegna þess að við erum ekki með viðbótartíma í bráðabannaskák. Já, það er engin viðbótartími ef þeir lendir tímarækki sem Alexander hefur verið duglegur að gera og hefur minni tíma, að þá fellur hann bara tíma. Hann fær enga viðbótartíma. Já. Þannig að nú verða menn að hérna... Nei, þeir eru eitthvað rugglast. Hilmir er með 5 mínútur sko. Hann heldur að hann sé með 4. Nó, ok. Þeir þurfa eiginlega að byrja þetta aftur. Menn þurfa að laga þetta er alltaf lagi. Menn eru mjög yfirvegar hérna eftir rólegt einvígi. Ætti ég kannski að hnippa í það og laga þetta? Var hann að hugsa það? Ég bara veit það ekki. Við fórum yfir þetta sko, þannig að... Já, hann beið heldur ekki mínútu, hann hugsaði. Já, hann var að velja kannski hvort hann ætlaði að leika tafla B-þróaðbrið eða hérna... Getur verið. Eða G-þróaðbrið. Já. En núna þarf Alexander að bíða, hann má ekki leika fyrir hann á 4 mínútur, nefndi þeir hættu við og hann hefur rugglast. Já. Ok. Þeir byrja bara aftur, það er alltaf góð. En það sem ég ætla að segja með viðbótartíma, nú verða menn að halda í öfnu tempói bara strax á byrjun og maður hefur séð það í gegnum tíðina í svona bráðabannaskákum að sá sem byrjar með minni tíma getur verið mjög fljótur að vinna upp tíman ef hann heldur tempóinu en hann getur líka verið algjörlega sko dauður á tíma ef hann fer að hugsa eitthvað. Já. Þetta skiptir svo miklu máli af því að þú ert ekki að fara að bjarga þér með komin undir 10 sekundur, þá ertu bara... Nei, það er bara farin. Já. Og redda því ekkert sko. Þannig að þetta er miklu harðara dæmi, má segja það. Algjörlega. Já. Þetta nú það er gangið eitthvað illa hjá að byrja. Já, við bíðum spenntir og ég vona að þið gera það líka áhorfendur góðir. Við fáum úrslit í þessu einvígi og þetta er heldur betur búið að vera spennandi það sem af er. Jæja, nú komið þetta. Þetta er 5-3 og hann á að bíða. Þannig að við getum 5-5 bráðabannaskák Armageddon. Já. Og nú getum við fengið á... Já, við skulum bara fá skákjun upp þegar tíminn er komin niður. Hann er svona að bíða núna í mínútu. En við munum fá þessa börnspyrun aftur. Já. Sem er áhugavert. Hann fekk ágæti stöðu síðast og spurning hvað Alexander gerir svona til að bæta tapmennskuna á þeirri skák. Þótt hann nú redda jafnteflinu á endanum. En taktikinn hjá Alexander hlýtur að vera bara að tefla rösklega og halda sér nokkuð fast. Ég held sko leið og hann er komin undir mínútu þá þarf hann að bara breyta algjörlega um strategi og fara að leika bara mjög hratt. Það er nefnilega erfitt sko að menn eru búin að tefla svona mikið með viðbótartíman og venjast í að geta haldið skákinni gangandi sko. Þetta er allt öðruvísi. Já. Hann kemur skákinn og við erum komin á stað Series 5 Bjarni 3, ok, hann fer aftur í hittaðabriðið. Þess að upprunalega börnin, þar sem að biskupin fyrir að B2. Og nú getum við fengið biskup B5 og þá erum við svona hálfgerða nimsvæðindaskvörn með skiptum hlutum. Já, biskup G4 hjá svörtum og biskup B5 hjá hvítum. Skiptast inn á leppunum.
á 3. Hann drepur þarna, já. Og hvítur hefur þá biskupaparið sem hann gæti verið tilbúin að gefa á C6 undir einhverjum kringumstæðum. Já, nú er bara virkilega mikilvægt fyrir þess að Ég ætlaði að segja, er ekki G4 algjör Hilmirsleikur hérna? Jú. Hann leikur því. Og Alexander svarar að bragði. Með rittarina 4. Hilmir N. Sem að D3 núna verið afleikur út af drottning A skák. Rétt metið. Sjálfur fyrirverandi heimsmeistari Capablanca sem fjall einu svona í slíka gildru. Eða gildru. Leik því af sér. Hann heldur biskupnum. Biskupin hörvar. Rittari D6 hótar hún rittari B4. Stöðuleg hótar myndi ég segja. Leikur hvítur A3 eða hvað. Leikur rittari C3. Já. Tilbúin að gefa hennar biskup. Rittari B5 er ekki leikur, það drepa á D3 með skák. Já. Og hvítur tap manni. Svartur lítur að vera sáttu við þessi skipti. Það sem meira er, hann langkrókar. Hann teflir þetta mjög athyglisverð tæmiska. Já, þetta er hraustlega gert. Og Alexander fyrir að stað. Hann leikur A5. Vá. F5. Ég held samt að eins og þessi skákar að þróast að þessi stíl hendi Hilmi betur. Svona barátta. Já. Og aðeins að slítast í sundur aftur tíminn eða hvað. Hilmi reyndar tekur svo tíma núna. Já. Tekur á E6. Kemur í veg fyrir að svartur getur hrókað. Ætlar svartur að hafa kongin á D7. Hvað er hann að gera? Það með eftir hrókur F1, kongur D7 eða hvað? Maður Hilmir ekki hugsa svo mikið sko, hann er að missa. Já, hann sem missa tímahólskotið, samt með það ennþá, cirka hálfa mínútu. Þetta er aðeins svona... Halda þessu gangandi, halda tempóinu. Óræði staða er B5, já, B5 er leikur. B5 er hundin A4, B4. Hraustlega gert. Og Alexander... Það er einhver spenna þarna samt á C-línunni. Já. Hrókurinn hvíti og drottningin eru hérna stillast upp saman. Alexander er að hrifsa smá frumkvæði hérna. Ok, drottning F5, setur smá pressu á E6. Ég spáði kongur D7. Það er honum G7 reyndar. Vá. Kongur D7, hann dreif bara B3. Það dreif tilbaka. Hvað er að gerast þetta? Má hann fara ykkur að skáka mótsókn? Nei, ætla nú að leika. Drottning A7 er náttúrulega hótarengu. Hvítur átt að reyti hérna á C2 fyrir kongin. En aðtöfum þó að hrókurinn hinn geti komið inn á F2, það geti alveg verið eitthvað. Þetta er spennandi stað og kannski óþægilegur leikur þessi drottning F5. Alexander gefur sér smá tíma núna. Hann leikur kongur D7. Kongur D7. Ok, leggur allt undir á eitthvað spil á alvegni. Það hangir hérna peð, hann ákveður að taka það ekki og þá er spurning hvort að svartur er ekki að leika biskup F6 og núna fara hann að stilla mönnunum ansi ógnandi upp. Getur kjölfari kannski farið að leika drottningun á A7 og leika B4 í einhverjum tilvíkum. Já, mér finnst þetta að vera... H6 valdar hérna, ég bara missir ekki peði, valdar G5 líka. Já. Ég held að svartur sé komið betra. Það er samt að geta sér náði að rittarinn á A4-reitin. Já, ef hann leikur B4 að snemma þá kemur rittar hér. En kannski á hann B4 C4, hann leikur drottning A5. Vá, þetta er spennandi maður. Kongurinn virkar allavega nokkuð örugur á D7 augnablikinu. Vittu nú við, hvað kom hérna? G5. Hvað gerist ef ég hátur upp G5, hátur upp G5? Er eitthvað mátt í þessu? Nei, ég er að spá hvort að sé biskup C3. Ég verður að taka með peði. Peði og kongurinn sleppur út. Drottning A2, kongur C2. Ég sé ekki mátið. C4. C4 þar kannski. Já. Drottning A2 C4. Þetta lítur mjög hættulega út. Hvíturreitirnir eru skelfilegir. Já, og gleymum því ekki að svörtum duga jættefli, þannig að ef svo staða kemur upp að svartur er í þráskák, þá er það bara sama. Já, þráskák er bara sama mát fyrir svarta. Já. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Alexander núna. Myndi maður ætla. Já, þetta lítur bara ræðilega út hjá hvítum. Já, er hann ekki bara... Kortir í mát hérna. Rittarinn er að koma og... Hann hefur ekki eins og tíma til að drepa F8, ég getur skotið inn að drepa B3. Já. Ef hann leikur B4 þá kemur drottningin á B3 og... Dreipur F1 og hinn hrókurinn á A2. Já, rittarinn á D6 valdar kongstöðun. Já, þetta er þekkt þema hérna, rittar og kongur svona saman. Það er svo fáa skákir sem rittarinn valdar F7-reitin. Já, byttu, nú er hann bara þráskaka, eða hvað? Já, hann getur bara þráskaka. Það vinnur á jættablinu. Vá.
Og Heilmir náttúrulega gerir sér grein fyrir því að hann getur ekkert gett. Já, Sassi var fljótur að hugsa þarna. Sá sér leikaborði. Og Heilmir verður að taka jafnteflinu eða leika kongu D2 en það náttúrulega tapar. Þannig að ótrúlegt. Alexander var sterkar á taugum hérna í ótrúlegu innvíi. Eftir, langa helgi að það mennsku hjá okkur og þeim. Það er ekki lustið að maður sé orðin svolítið orkulegs. En við erum sem betur fyrir með kollab til að halda okkur gangandi. Já, maður þakkar fyrir það sko. Já, frábæru innvíi lokið. Við fengum 2 mjög ólíka innvíi hérna í kvöld. Já, heldur betur. Byrjaði því að Guðmundur lagði Símon Þórðarson á velli. Það var kannski eins gott að það var ekki hörku innvíi, þá væri við hérna... Já, fram á nótt. Heldur betur. En við ætlum að freista þess að fá sigurvegara þessa innvíis í stutt viðtal. Já. Áður en segjum þetta gott. Komum aftur að vörmu spori.
Já, velkomin aftur, kæra áhundur. Við erum hérna með Alexander Domalchuk Jónasson. Það er ekki lustið að maður sé eiginlega búin á því eftir stórkvæmlega stemmingi og við ætlum svona aðeins að spjalla við hérna Alexander. Við gerum það svo ensku, hann er ekki alveg komið með íslenskuna á hreinu. Já, smá íslensku. Smá íslensku. So, yeah, first impression after the match, how are you feeling? Exhausted very much. Yeah, I think at some point I was sure I'm gonna lose, like game 8 or 9, where I was. Yeah, game 9. Game 9, I think, yeah, where I was. And game 1. Game 1, yeah, game 1 I was completely lost. Yeah, that's true. But yeah, somehow I managed to save some positions and in the end secure that draw. Yeah. What do you think is the key? Because some of these positions, it's probably easy just to almost give up and stop fighting. Do you just keep fighting? What's the secret? Yeah, I just try to keep on playing, posing some problems to opponent, and sometimes it doesn't work out, sometimes it does. So it's a good rule of thumb to never give up. Indeed. Yeah, it's a good rule. Well, not your first time playing such an event, on TV, but first time playing such a match. Yeah, a Netskog, yes. Haven't played that before. Yeah, it was very interesting. I liked it very much. Yeah, I think it's a great format. Yeah, fantastic format. Yeah. Well, you're through to the last 8. So it should be fun. Yeah, very fun. I'm yet to remember who am I playing against. So is it going to be the winner of... Yeah, we'll find out later. We will have a look at the bracket, so we will find out. But yeah, a fantastic win. Definitely the best match we had so far, and hopefully you will have more matches like this. Hopefully. Looking forward to that. Yes, maybe something more calm would be also nice. Yeah. Securing victory a bit earlier, but... Yeah, like Gummi earlier. Yes. Maybe. Yeah. But for the audience, this was, I think, the best match so far. So congratulations and good luck in future rounds. Thank you very much. Ætlum að fá hérna Björn aftur í settið og hérna kíkja á úrslit sem eru komin hingað til og eru framundan. Þarna fáum við eitthvað á skjáinn. Ég veit að viðurkenna að þar gleraugun við sjáum þetta vel hérna. Já, fyrsta kvöldu okkar þá fór Bragi Þorfinnsson áfram og reyndar Helgi Ólafsson, þetta öfugt þarna. Og þeir munu mætast núna eftir 2 vikur, 17. nóvember, í fyrsta einvíginu í 8 manna úrslitum. Fyrir 2 vikum fengum við einvígin hjá Birni og Olgu annars vegar og Hannes og Guðmundi Gísla hins vegar. Þessi Björn og Hannes fór áfram og þeir mætast líka 17. nóvember. Gaman að bræðurnir, Bragi og Björn, tefla sama kvöld og getur mögulega komist saman í undanúrslit. Það verður saga til næsta bæjar. Einmitt. Þetta verður gríðarlega spennandi og við erum með í kvöld Guðmundur Kjartansson áfram, Alexander Domalchuk áfram og svo hefur við eftir að sjá eftir 2 vikur síðustu viðurignunar í 16 manna úrslit. Já, ég fór aðeins og undan mér. Þetta er ekki rétt að dagsetningar þarna. Við hefum nefnilega eftir byrju nú við. Nú erum við bara hálfa ruglaður. Við hefum eftir Jóhann Hjartarson og Helga Ás Gretarsson. Já, við erum núna, það er október, ekki? Það er október, já. Þetta gerist gott fólk að maður hugsa mikið skák og gleymir maður stundum hvaða mánuður er. Það er Jóhann Hjartarson og Helgi Ás Gretarsson. Það er 7. október, 20. október fáum við, Og þá fáum við líka þetta svakalega við Hjörvar Steins og Vignis. Já, þannig að ég var komin hérna aðeins og undan mér með Björn og Braga. Þeir eru ekki eftir 2 vikur. Þeir mætast eftir 4 vikur. Einmitt. Já, það er ótt að þakka keppendum fyrir frábæra skemmtun í kvöld. Ótrúlega spenna og sem réðist í bráðabarnaskák. Gaman að því. Við þökkum ykkur kæra áhorfendur fyrir áhorfið í kvöld og látum þetta gott heita. Já, sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir okkur.